Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er haldinn 24. mars 2021 og hann er númer 779 og ég segi fund settan. Ég get ekki sagt hvar hann sé haldinn þessi fundur því að nú er aðstæður orðnar þannig í samfélaginu að við erum farin að funda aftur í svokölluðum fjarfundabúnaði. En við göngum hérna til dagskrár að venju bara og að venju ætla forseti að fara yfir dagskrána í stórum dráttum. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, síðan 3 frá nefndum, fjölskyldunefnd, skipulagsnefnd og umhverfisnefnd og loks 9 fundargerðir til kynningar. Áður en við getum hafið umræður og fundinn sjálfan þarf að taka hér inn með afbrigðum mál á dagskrá og það er í ljósi þeirra aðstæðna sem sköpuðust í dag, miklar samkomutakmarkanir og sóttvarnareglur eftir blaðamannafund ríkisstjórnarinnar í dag. Þannig að það sem að gerist er það að við þurfum að fyrsta lagi taka inn með afbrigðum ákveðið mál og ég ætla að lesa þá tillögu sem snýst það að taka málið á dagskrá. Og tillagan er svona að það sé samþykkt með 9 atkvæðum, eða samþykkt með x atkvæðum er kannski réttara hjá forseta að segja, að taka málið ákvarðanir fjarfundi sem feli í sér tímabundið frávik frá ákvæðum sveitarstjórnarlaga og leiðbeininga innanríkisráðuneytisins notkun fjarfundabúnaðar á fundum sveitarstjórna sem dagskrárlið númer 1. Það er sem sagt verið að bera upp hvort að við fundarmenn séu tilbúnir að taka þetta mál inn á dagskrá og við notum þá spjallið til þess að greiða atkvæði. Þeir sem samþykkja það eru beðnir að koma hér inn í spjallið. Já. Forseti er nú sjálfur að greiða hérna atkvæði, tekur smá tíma hjá forseta núna. En ég ætla að biðja ritara að tilkynna hér úrslit atkvæðagreiðslunnar. Einn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er þetta mál tekið á dagskrá. Og það verður eins og ég gat áðan, númer 1. Það er dálítið langur formlegur texti sem að forseti ætlar þá að lesa upp og síðan verður það borið til atkvæða og efnislega snýst það að lengja það tímabil sem að sveitarstjórnum er heimilt að halda svokallaða fjarfundi. Og hefst þá lestur tillögunnar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar gerir eftirfarandi samþykkt með vísan til 6. bráðabirgðaákvæðis sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 samanber lög númer 18/2020 og 1., 2. og 5. tölulið auglýsingar ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra númer 1436/2020 dagsettu 16. desember 2020. Bæjarstjórn samþykkir að heimilt verði að halda fundi bæjarstjórnar og annarra fastanefnda sveitarfélagsins með fjarfundarbúnaði og víkja þannig frá skilyrði 3. málsgreinar 17. greinar sveitarstjórnarlaga þar sem áskilnaður er miklar fjarlægðir eða erfiðar samgöngur innan sveitarfélagsins. Notkun fjarfundabúnaðar skal að jafnaði vera í samræmi við ákvæði í leiðbeiningum notkun fjarfundabúnaðar á fundum sveitarstjórna númer 1140/2013 þó þannig að meirihluti nefndarmanna þarf ekki að vera á boðuðum fundarstað. Þá skal staðfesting fundargerða þrátt fyrir ákvæði 10. og 11. greinar leiðbeininga innanríkisráðuneytisins ritun fundargerða númer 22/2013 fara fram með rafrænni undirritun. Samþykkt þessi gildir til 30. apríl 2021.
einhver bæjarfulltrúar sem vill ræða þessa tillögu? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða þessa tillögu ágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykki þá tillögu sem forseti las áðan eru beðnir að svara því játandi. Eða svo ritara að telja þetta saman og skrifa þetta hér inn. Eru allir komnir búin að greiða atkvæði? 3. Það voru 9 atkvæði. Þá komið að þessari, hefðbundnu dagskrá sem snýst að venju fundargerðir bæjarráðs og fundur var haldinn í bæjarráði Mosfellsbæjar 11. mars síðastliðinn. Það var númer 1480 og þar voru 11 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust og ég ætla að biðja ykkur að biðja orðið inn á spjallþræðinum. Orðið laust eitthvert mál frá fundi bæjarráðs 11. mars. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að fá að grípa niður örstutt í 1.2. Annað mál á þessum fundi 1480 sem heitir desemír úthlutun lóða 11, 13 og 14 og ég kom nú aðeins inn á þetta á bæjarráðsfundurum þegar þetta var til umfjöllunar og var að velta fyrir mér og hvert að þetta væri gert á réttan máta, það er að segja að breyta þarna krónutölunum fyrir verðlagningu á lóðunum og miða við eitthvað annað heldur en heildarbyggingamagn eins og segir í gjaldskránni okkar. Og ég myndi eiginlega bara vilja fá að beina því forseti til bæjarstjóra að hann myndi milligangast að lögmaður færi aðeins í þetta og gæfi okkur bara stutta greinargerð við tækifæri á bæjarráðsfundi þá hvernig að því að það var vísað til þess að þessu hefur verið breytt 2020 og ég fæ ekki alveg bara samhengi í þann gjörning eða hvernig þetta hefur verið framkvæmt. Þannig að ég myndi eiginlega bara vilja beina því til bæjarstjóra hvort hann geti ekki milligengi staða að bæjarlögmaður tæki saman örstutt minnisblað og færi yfir það með hvaða hætti þessu hefði verið breytt og þá væntanlega það standist alla skoðun. Takk fyrir. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir það, forseti. Nú er ég ekki alveg með á nótunum hvað átt við. Það var nú útskýrt ágætlega á bæjarráðsfundinum og spurningu áheyrnarfulltrúa sem bæjarráði svarað á fundinum hvað það snýrist ef ég skil vangaveltuna rétt. Það er að segja hvað lægi til grundvallar á þeim fermetrum sem er grundvallur álagðra gatnagerðargjalda á þessar lóðir. Því var breytt í bæjarráði þarna, ef ég man rétt í lok maí árið 2020 þar sem annar grundvallur var settur fyrir fjölda fermetra á þeim lóðum sem þarna voru til úthlutunar. Það var gert í ljósi þess að það var boðið út eða lóðirnar boðnar til sölu með öðrum hætti, það er að segja á heildar fermetra fjölda í húsunum eða lóðunum og það var engin eftirspurn eftir þeim. Þess vegna tók bæjarráð ákvörðun það að breyta þessu með þeim hætti að til grundvallar væri lagður grunnflötur húsanna en ekki leyfilegt byggingamagn og ef að síðan kæmi heildarleyfilegt byggingamagn en hins vegar ef að viðkomandi aðili hygðist byggja milliloft eða hafa húsið á 2 hæðum þá kæmi til viðbótar greiðsla. Þetta var bara samþykkt í bæjarráði og þegar bæjarfulltrúinn
telur sig þurfa frekar upplýsingar á það, þá býða hann bara skriflega fyrirspurn eða hann getur þá óska eftir því máli og dagskrá í bæjarráði. En þetta var semst afgreitt úr bæjarráði í lok maí árið 2020. Já, bæjarfundur Stefán Ómar hefur beðið aftur orðið, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði nú bara að einfalda þetta sko, en ekkert mál, ég mun þá bara koma inn með þetta erind aftur á dagskrá og óska bara eftir þessum formlegum hætti. Takk fyrir. Haraldur Sverrisson hefur beðið aftur orðið, gjörðu svo vel Haraldur. Já, forseti, mér langar að bara benda bæjarfulltrúa Stefáni Ómari á það ásamt öðrum bæjarfulltrúum að það sko líka hægt að hafa spyrja spurninga á þess að gera það gegnum formlega fundi nefnda, hvort sem það er á bæjarstjórnarfundum eða bæjarráðsfundum eða hvaðina. Það er hægt að spyrja embættismenn með aðstoð bæjarstjóra svona hluti og menn geta fengið upplýsingar um það ef mennum það ekki ljóst. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir. Ég ætla nú að árétta það sko að það getur orðið dálítið stundum erfitt að eiga bein samskipti við embættismenn. Það getur orkað tvímælis í ákveðnum málum og ég held að fundir séu nú haldnir til þess að ná einhverju niðurstöðu í mál og fá skýringar. En ég fagna spurningu Stefáns og einnig svari bæjarstjórans, reyna að svara fyrir þetta. En það er að gera að nýta fundi til upplýsingaöflunar og upplýsingaveitu. Ég held að Haraldur Sverrisson, þú beðið orðið aftur, gjörðu svo vel Haraldur. Já, ég lít reyndar ekki þannig á að bæjarstjórnarfundir séu sérstakir upplýsingafundir. Þeir eru með allt öðrum hætti hugsaðir. Og ég bara ítreka það að upplýsingagjöf til bæjarfulltrúar er velkomin og þótt að það hafi tímabundið vonandi er það bara tímabundið þurft að bregðast við vandamálum eða samskiptum vegna samskipta bæjarfulltrúa og embættismanna með þeim hætti að beina öllum fyrirspurnum til bæjarstjóra eða staðgengils hans, þá kemur það ekki í veg fyrir það að menn getur fengið svör við sínum spurningum. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir forseti. Ég get nú ekki verið sammála því að bæjarstjórnarfundir séu ekki upplýsingafundir. Efni þeirra er mjög ítarlegt og gögn sem fylgja er mjög ítarleg. Þannig að ég held að þessi fundir henta mjög vel og eru þeir til þess gerðir að veita upplýsingar bæði til umræðu hér á fundinum og til almennings sem fær aðgang að gögnunum eftir fundina. Takk fyrir það. Ég held að við komumst ekki mikið lengra með þetta mál á þessum fundi allavega. Þetta var mál nr. 2, þannig að forseti lítur svo á að umræðum það sé lokið á þessum fundi, en orðið er laust að hinn málin, orðið er laust og Lovísa Jónsdóttir hefur beðið orðið. Það er mál nr. 3 og það er, svo ég lesi það nú bara upp. Það heitir hér samkvæmt fundarboði stafræn ásýnd og vefum á Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel, Lovísa. Þakka þér fyrir. Já, nú veit ég ekki í ljósi síðustu ummæla bæjarstjóra að maður eigi að voga sér að biðja um upplýsingar, en nú sit ég ekki í bæjarráði og fékk þar að leiðandi ekki þessa kynningu sem lögð var fyrir bæjarráð og mér þykir eðlilegt sem bæjarfulltrúi að ég fái þá upplýsingar á bæjarstjórnarfundi og þurfi ekki í einrúmi að leita til starfsmanna til að eiga erindi við alla bæjarbúa sem horfa á þessa fundi, hvort sem er í beinni útsendingu eða eftir á. Ég er ekki kannski mikils vísari eftir að hafa lesið bara yfir þessar glærur. Það eru svona nokkur atriði sem ég hnýt Mér hefur til dæmis þótt mjög áhugavert að vita hver niðurstaðan var á lið sem heitir Greining og mat á stöðu stafrænnar vegferðar Mosfellsbæjar sumarið 2019 samanburður við Reykjavík og Hafnarfjörð. Það hefur verið mjög áhugavert að vita hvað slík greining og mat leiddi til og ég vil byrja á að spyrja það hvort að þessi greining og mat sé bara aðgengileg. Ég gat ekki séð að hún væri undir gögnum málsins, mér hefði þótt það eðlilegt. Það er
það annað sem að sko, ég sakna þess að sjá það hérna og það sem sagt greining á því hvaða þjónustu það helst sem fólk að sækja þegar það kemur á bæjarstjórnarskrifstofur. Og ég til dæmis hef bara sem íbúi aldrei komið á bæjarstjórnarskrifstofu til að sækja frístundapláss og þó að ég hafi vissulega sko notað mikið af þessum rafrænu lausnum í gegnum tíðina og eitt sem talið upp sem nýjung Vala frístund haustið 2020 og það virtist nú vera til bóta. Ég get algjörlega tekið undir það að það sé framför en ég veit ekki, rafræna sko þú veist það sem talið upp þarna, jú, það ýmislegt sem hefur verið gert en hvað það sem fyrst og fremst verið að sækja þjónustu upp á bæjarstjórnarskrifstofur? Ég myndi halda að tilgangurinn væri sá að koma meira af því yfir í stafrænt form eins og til dæmis að geta greitt ýmis gjöld og annað slíkt. Ég sé ekkert það í þessu yfirliti að það sé verið að vinna einhvers konar greiðslugátt til bæjarfélagsins, byggingarleyfisgjöld eða annað tengigjöld eða hvað það allt saman heitir sem þarf að í dag að mæta á skrifstofuna til að borga. Afsakið. Síðan það sem snýr að aðalvef Mosfellsbæjar. Þar sendur að það hefur verið send kröfulýsing á nokkra aðila sem að sendu inn tilboð út af aðalvefnum. Þessi kröfulýsing, hún fylgir ekki með í gögnum málsins. Það væri áhugavert að vita líka hvaða kröfur voru gerðar, hvað það sem að þessir aðilar voru að svara. Og ég læt þar við sitja í þessari fyrstu umferð. Já. Gerir ráð fyrir að þú hafi verið að beina spurningu til bæjarstjóra þá núna eða hann nú þegar búinn að Já, ég fannst nú ekki þurfa að taka það fram. Hann framkvæmdastjórinn. Búinn að biðja orðið og þá ætla ég að gefa Haraldi Sverrissyni, bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Bara fyrst vil ég segja það sko að þegar ég segi að þessir fundir séu ekki upplýsingafundir, þá finnst mér þeir ekki eiga að vera upplýsingafundir fyrir einstaka bæjarfulltrúa til þess að afla sér upplýsingum starfsemi bæjarins. Þeirra bæjarfulltrúar hafa öll tök á því með öðrum hætti að gera það. Þetta hins vegar örugglega mjög upplýsandi fyrir bæjarbúa, vonandi að horfa á bæjarfundafundi til þess að geta átta sig á því út af hvað starfsemi bæjarins gengur. En fundarform bæjarstjórnarfundir að mínu mati og þeir eru ekki settur upp með þeim hætti að þeir séu sérstaklega til þess fallnir að vera góðir til þess að það sé hægt að upplýsa einstaka bæjarfulltrúum einstök mál. Í mínum huga eiga bæjarfulltrúar að vera búnir að afla sér upplýsinga þau mál á fyrir bæjarstjórnarfundi og ef þeir hins vegar ekki fengið upplýsingar til þess að ekki fengið þær eða aðgang að þeim upplýsingum þá finnst mér mjög eðlilegt að beita máls á því á bæjarstjórnarfundum. Þannig að ég lít nú svo á að bæjarfulltrúar eigi að undirbúa sig fyrir fundi með því að afla sér upplýsinga þannig að þeir séu sem mest upplýstir áður en fundunum kemur því að þeir eru til þess að taka ákvarðanir við bæjarstjórnarfundi. Hvað var þetta sérstaka mál þá get ég hins vegar sagt að það hefði kannski verið góð hugmynd að bjóða öllum bæjarfulltrúum á að sitja bæjarráðsfundinn undir þessum tiltekna lið því að hann var mjög upplýsandi á bæjarráðsfundinum. Það að segja að þarna voru Arnar Jónsson og forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar og sjalastjórinn okkar Óskar Þór að fara yfir svona þau atriði sem að hafa verið að vinna í svona okkar stafrænum málum á undanförnum misserum og þar var svona farið frá þeirri stöðu þegar bæjarráð var síðast svona upplýst þetta þegar í kjölfarið á stefnumótunar vinnu þegar það voru sett á stað hér vinnuhópar innan hús á grundvelli þeirra leiðsagna sem í stefnumótun bæjarins hvað varðar stafræna vegferð og snjallbæinn Mosfellsbæ. Ég held að það sé dálítið flókið að vera að fara að endurtaka þá kynningu hér í bæjarstjórn og ég myndi þá frekar vilja bjóða þeim bæjarfulltrúum sem þess óska að fá að heyra í Óskari og Arnari þau atriði sem að
sem að þeim vilja spyrja sérstaklega af því að þeir höfðu ekki tækifæri til þess að þeir voru ekki vissandi Bæjarásund eftir að held ég að það nú verið skynsamlegra að bjóða öllum að vera viðstaddir þá umræðum vegna þess að þetta var þess eðlis mál, svona ágætis kynning en að því að það var spurt sérstaklega sko greiðslur og slíkt sko þá hefur Moses bara tekið upp rafræna reikninga, það er að greiða hér rafrænt, það þarf ekki að mæta hér á bæjarskrifstofur til þess að greiða reikninga sem að bæjarinn hefur sent, heldur að gera það rafrænt. Og ég hef svona líka rætt það við fjármálastjóra og fjármáladeildina hvort að það ætti bara jafnvel að ganga svo langt eins og ríkið til að mynda gerir, að taka bara á móti rafrænum reikningum, ekki að gera það öðruvísi, en það er svona svo sem ekki verið tekið svo ákvörðun ennþá. En greiðslur er þetta eina hendi rafrænt til allra. Þannig að ég legg til að öðru leyti verði þeim bæjarfulltrúum sem ekki sátu þennan bæjarráðsfund ef þeir vilja að þessi kynning verði endurtekið fyrir þá. Nú, það hefur engin beðið orðið þetta mál sem er númer 3 á dagskránni, þannig að forseti lítur svo á að umræðan sem lokið. Forseti vill beina því til allra bæjarfulltrúa að nota ekki spjallþráðinn okkar góða til þess að koma skoðanir eða eitthvað sem tengist máli sjálft. Ég áður bent á það því að þá erum við búin að missa umræðin inn á annan vettvang. En hann er mjög góður spjallþráðurinn til þess að biðja orðið og greiða atkvæði og fremur að leggja fram bókanir ef það er ræða. En orðið er ennþá laust öll mál nema 2 og 3. Það hefur verið beðið orðið fundarstjórn forseta. Láttum aðeins út hérna. Forseti datt aðeins út úr myndinni hérna eins og þú kannski séð. En bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, takk fyrir. Nú hafa 2 dagskrárliðir verið ræddir og verið að afla upplýsinga. Ég ætla nú bara að athuga með hlið forseta í því með svona upplýsingaöflun bæjarfulltrúa. Sér hann einhverja meinbugi af því að bæjarfulltrúar inni framkvæmdastjóra eftir upplýsingum sem að þeir hafa nú gert eins og hér í þessum 2 dagskrárliðum. Það sem við erum að biðja upplýsingar. Sér forseti eitthvað athugavert við það? Forseti ætlar nú ekki að taka efnislega afstöðu til þessara spurningar. Það fer auðvitað til því svona í stuttu máli hvað þær snúast. Snúast þessar spurningar. Þannig að ég held að ég fari nú ekki lengra út í þá umræðu hér, þessum fundi. Ég ætla að, það er, byrju nú við. Við heldum áfram og Haraldur, varst þú að biðja orðið fundarstjórn forseta eða? Nei, ég var ekki að biðja það. Eitthvað annað mál, já, gjörðu svo vel. Og síðan Lovísa er búin að biðja orðið líka. En gjörðu svo vel, Haraldur, þú ert næstur. Já, ég ætlaði að fá að taka til máls undir máli hérna númer 6, það er skýrsla framtíðarskipulag varmarsvæðis. Það var sem sagt á þessum fundi lögð fram skýrsla samstarfsvettvangs Mosfellsbæjar og Aftureldingar sem að ákveðið var að vinna á 110 ára afmæli Aftureldingar á svona framtíðarskipulagi varmarsvæðis. Þessi samstarfsvettvangur var til í upphafi kjörtímabils á grundvelli þess að það væri skynsamlegt að formfesta með betri hætti samskipti ungmennafélagsins og bæjarfélagsins
þær framkvæmdir og verkefni sem að þyrfti að vinna eða væri áhuga að vinna á í tengslum við íþróttasvæðið að Varmá og aðstöðu Aftureldingar, því að stjórnmálamenn koma og fara og stjórnarmenn í íþróttahreyfingum koma og fara. Reyndar gerist það nú kannski aðeins örar en hjá sveitarstjórnarmönnum, en það er svo sem ekki að fullyrða það. Þannig að ég held að þetta hafi afskaplega skynsamleg ákvörðun að koma að þessari formfestu á, þessum formlega samstarfsvettvangi á, og hans stærsta verkefni núna undanfarið hefur einmitt verið að vinna að þessari skýrslu eða þessu framtíðarskipulagi Varmársvæðis, þar sem að væri þá hægt að á grundvelli hans að forgangsraða framkvæmdum á svæðinu. Og eins og ég nefndi hérna í upphafi þá var þetta svona eins konar innan gæsalappa afmælisgjöf til Aftureldingar, eða þetta var ákveðið tengslu 110 ára afmæli Aftureldingar að bærinn myndi kosta þessa vinnu og til þess að fengin verkfræðistofan Efla til þess að vinna þetta fyrir samstarfsvettvanginn eftir útboð á því verkefni. Og niðurstaðan liggur þarna fyrir og sem sagt afhent þá bænum og send á bæjarráði með formlegum hætti og minnisblaði sem lá fyrir í þessu sambandi eða samstarfsvettvangurinn samþykkti, og svo líka sent þá aðalstjórn Aftureldingar. Og þarna sem sagt búið að greina með svona faglegum hætti þær þarfir sem að hagaðilar á svæðinu telja þurfa uppfylla á komandi árum og áratugum hvað varðar aðstöðu á Varmársvæðinu. Og þetta var unnið þannig að það var sem sagt hver einasta deild Aftureldingar skilað inn sínum hugmyndum að þörfum fyrir sína starfsemi. Aðalstjórn Aftureldingar tók það fyrir og ræddi, og það var líka rætt við starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar og svona þau sjónarhorn líka skoðuð, og til var þessi skýrsla sem að og þetta minnisblað sem að þarna liggur fyrir. Og í stuttu máli það þannig að sú framkvæmd sem er svona niðurstaðan úr skýrslunni sem að talin brýnust er að byggja við íþróttamiðstöðina, byggingu sem að stundum hefur verið kallað fordyri eða anddyri, en er náttúrulega miklu meira en það. Þetta er raun og veru hugmynd eða verkefni sem var búið að vinna við hér fyrir fjármálahrunið og er svona komið nánast á það stig að fara að bjóða það út þegar Afturelding óskaði eftir því að aðrar framkvæmdir yrðu teknar á undan þessari. En þetta er sem sagt sú framkvæmd sem að svona í dag er þá talin sú mikilvægasta fyrir íþróttamiðstöðina Varmá og íþróttastarf ungmennafélagsins Varmá og starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar. Þarna er verið að líta til 2 hæða byggingar ásamt kjallara. Í kjallaranum sé búningsaðstaða og slíkt sem að er orðinn skortur á í stækkandi bæjarfélagi að Varmá. Á jarðhæð eða fyrstu hæð sé sem sagt aðkoman inn í íþróttamiðstöðina og hún stækkuð og það sé gert ráð fyrir aðstöðu fyrir notendur hennar til þess að koma þar að og bíða eftir sinni þjónustu og svo framvegis. Og á annarri hæðinni verði félagsaðstaða félagsins og hugsanlega þá líka líkamsræktaraðstaða. Og þetta er svona í þessari vinnu var farið yfir þá þarfagreiningu og þá hönnun sem að unnin var þarna fyrir fjármálahrunið og var svo ítt út á borðinu þá, og það er svo sem það verkefni sem liggur þá til grundvallar þessu.
Þetta stórt og mikið verkefni, það liggur þarna fyrir einhver frumkostnaðargreining á því og þetta einhverjar góðar 800 milljónir sem þessi framkvæmd kostar og síðan er líka verið að tala hann í þessari skýrslu aðstöðu fyrir knattspyrnu. Það þarf að huga að ákveða það hvar aðalvöllurinn verður og þá stúkubygging við hann og það liggur líka fyrir í þessari skýrslu einhvers konar frumkostnaðargreining á því og þá líka varðandi búningsaðstöðu en ég reikna nú með að farið verður í þessa fornþýðisbyggingu þá muni sú búningsaðstaða vera einmitt ágæt fyrir þá líka út í svæðið. Og það talað það að það þurfa að taka ákvörðun það líka hvort að setja gervigras á aðalvöllinn sem þýðir það að það þarf að finna að minnsta hluta frjálsíþrótta aðstöðunnar annan stað og þar var til að mynda horft til Tungubakka að Kastgreina getur hugsanlega farið þangað. Það líka hugað að aðgengismálum að varmarsvæðinu og að það þurfi að bæta aðgengið brúalands eða hlégarðsmegin og að þar geti verið aðgengi fyrir knattspyrnuvöllinn og knattspyrnuna með þá að fjölga þar bílastæði sem tiltölulega auðvelt með bílastæðum í hlégarðsbrekkunni og svona líka til þá lengri tíma. Betri hringakstri þarna við brúaland og því svæði. Þannig að það búið að leggja hér grunn að svona framtíðarskipulagi svæðisins og nú þurfum við að svona fjalla þetta og setja þetta síðan í framhaldinu í einhvern farveg. Bæjarráð bókaði, ég má með þínu leyfi forseti bara lesa þá bókun upp. Bæjarráð bókaði þannig að Bæjarráð þakkar samstarfsvettvangi Mosfellsbæjar og Aftureldingar fyrir skýrslu framtíðarskipulag varmarsvæðis sem unnin var í tilefni af 110 ára afmæli Ungmennafélagsins Aftureldingar. Með þessari skýrslu kominn góður grunnur til að forgangsraða framkvæmdum á varmarsvæðinu til framtíðar. Bæjarráð vísar skýrslunni til íþrótta- og dómstundanefndar til kynningar og innskot að ég held að sé einmitt fundur í nefndinni á morgun þar sem væntanlega þetta verður rætt. Og svo óskar Bæjarráð jafnframt eftir því að við umhverfissvið að unnið verði nánara kostnaðarmat á þeim framkvæmdum sem tilgreindar eru í forgangsröðun skýrslunnar sem hægt verði að styðjast við í komandi fjárhagsáætlanagerð. Þannig að þarna kominn þá grunnur að þá þeim verkefnum sem að menn telja svona brýnust að fara í á svæðinu og það búið þá að leggja drög að forgangsröðun þeirra. Og ég held að þetta sé afskaplega gott gagn og góður grunnur til þess að byggja á uppbyggingu varmarsvæðisins til næstu ára. Og mikilvægt að einmitt sé búið að formfesta það með þessum hætti þannig að það sé þá svona betra og menn þá viti og sé sammála þær framkvæmdir og þau atriði sem menn vilja fara í og svo verður náttúrulega bara fjárhagur sveitarfélagsins að stjórna því svona frá ári til árs eða ára til ára hversu hratt við getum uppfyllt allar þessar óskir. En í langtíma áætluninni eða 3 ára áætluninni sem var samþykkt með fjárhagsáætlun ársins 2021 að þá voru einmitt teknar frá ef ég man rétt 700 eða 750 milljónir til næstu 3 ára í einmitt varmarsvæði en það var ekki tilgreint hvað þær milljónir ætti að fara í vegna þess að við vissum að það var verið að bíða eftir þessari skýrslu eða þessari niðurstöðu og nú höfum við hana og getum þá unnið með hana til þess að þá ákveða hvað þeir peningar fara í og mér finnst einhvern veginn liggja beinast við að það verður þá þessi fornþýðisbygging sem verður þá fyrsta verkefnið en við þurfum líka að fá formlegt viðbrögð Ungmennafélags Aftureldingar við skýrslunni þó að hafa verið fulltrúar og í samráðsvettvangnum þá í mínum huga þarf þá að ræðast innan félagsins
og ég bara vildi upplýsa það að formaður félagsins hefur óskað eftir því að á aðalfundi félagsins sem fyrirhugaður 15. apríl, ég veit svo sem ekki alveg nýjustu sóttvarnar reglur, hvað verður þá, en hún var búin að óska eftir því að bæjarstjóri yrði viðstaddur þann fund og að og formaður Aftureldingar og bæjarstjóri í sameiningu ættu þá kynnt fyrir aðalfundi Aftureldingar þessa vinnu og þessa skýrslu sem hérna liggur fyrir. Þannig að ég vil bara taka undir bókun bæjarráðs, mér finnst hún góð og líka bara að þessi vinna skyldi hafa verið unnin og ég held að hún geti reynst okkur happadrjú í framhaldinu. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar núna á mælendaskrá, Lovísa og Anna Sigríður, og ég ætla að gefa Lovísu Jónsdóttur orðið 7. mál. Skýrsla framtíðarskipulag Varmársvæðis heitir það. Gjörðu svo vel, Lovísa. Takk fyrir. Og takk fyrir þessa yfirferð, Haraldur. Nú heyri ég bergmál í mér, það farið? Já. Ég ætlaði að byrja á að kannski taka undir þau orð að það mjög gott að þessi skýrsla sé komin fram og þarna komið í skrifað mál það sem var mikið rætt bara fyrir síðustu kosningar. Það var þannig að mér finnst ég kannski ekki hafa verið að heyra neitt nýtt eða lesa neitt nýtt réttara sagt í þessari skýrslu. Þetta bara harmonir afsakið, ég svo gjörn á að sletta. Þetta fullkomin samhljómur á milli þess sem þarna stendur og því sem var verið að segja við okkur fyrir síðustu kosningar. Það eru nokkur atriði og kannski vil byrja á því út af inngangi Haraldar áðan þennan samráðsvettvang sem vissulega til bóta. En ég vil benda á að í þessari vinnu verið að taka mjög stefnumarkandi, ég ætla ekki að segja ákvarðanir, en það verið að vinna að mjög stefnumarkandi vinnu fyrir sveitarfélagið sem að ég myndi telja að væri hlutverk kjörinna fulltrúa að taka. Og ég sakna þess svolítið að það sé ekki bara meira svona hlaupandi samráð þarna þá á milli og það séu gefin meiri kostur á að taka þátt í þessari vinnu sem fer þarna fram. Að skýrslunni sjálfri þá eru ég með 2 helstar athugasemdir. Uppleggi til Eflu að sjálfsögðu að horfa bara á Varmársvæði, bara íþróttahúsið sjálft og íþróttaaðstöðuna sjálfa. En nátengt því svæði annars vegar Varmárskóli og hins vegar Hlégarður. Og í einni af tillögunum sem að komið inn á þarna til dæmis að auka við bílastæði sem að myndu þjónusta knattspyrnuiðkendur, heyrðist mér bæjarstjóri nefna áðan að hefði verið hugmyndin, en það kemur alltaf við enda þarna frjálsíþróttavallarins og eðlilega kannski þeir sem að fara á fótboltaæfingar sem myndu nýta það svæði. En þarna verið að tala að bæta við 50 bílastæðum bara við hliðina á Hlégarð og við Brúarlandsskóla. Afsakið. Og þá velti ég upp þeirri spurningu, kallar þetta ekki á að við horfum heildstætt á þessi svæði, en ekki bara íþróttasvæðið eitt og sér. Því að nú viljum við auka líka menningarstarfsemi í Hlégarði og mér finnst ekki hægt að horfa á þessi svæði sem eilönd. Þau þurfa að tala saman og það liggur algjörlega ljóst fyrir ef að það sett 50 bílastæði þarna á malarplanið fyrir neðan bílastæði sem fylgir Hlégarði núna, þá eins gott að það sé ekki brúðkaup og fótboltamót á sama tíma. Þegar, þú veist, þessi bílastæði munu að sjálfsögðu gestir í Hlégarði nýta og öfugt þegar þarna komin aðstæða. Þannig að mér finnst þetta eitthvað sem við megum alveg huga að. Síðan annað sem ég vil benda á og sér í lagi út af orðum bæjarstjóra áðan þar sem hann segir að hér sé verið að horfa til langra framtíðar, næstu ára og áratuga. Að það sérstaklega tekið fram á blaðsíðu 14 í skýrslunni með leyfi forseta
Svo vel. Ef ákveðið að fara í byggingu á þjónustu- og aðkomubyggingu þarf að endurskoða hönnun miðað við núverandi framtíðarsýn. Hugsanlega væri ráðlegt að bæta við fleiri búningsklefum en gert var ráð fyrir árið 2008. Og í innganginum þarna, ég hef kannski átt að byrja á því, hafa byrja í huga að teikningar sem notast við hér til viðmiðunar frá árinu 2008. Íbúum Mosbæjar hefur fjölgað mikið á þeim 12 árum sem liðin eru og virðist ennþá vera að fjölga miðað við það magn íbúa húsa sem í byggingu í bænum, sem endar síðan á því að það þurfa að huga því að fjölga umfram það sem gert ráð fyrir í teikningunum frá 2008. Mér skildist á orðum bæjarstjóra hérna áðan að það sem væri verið að horfa til væru þá óbreyttar teikningar frá 2008. Og það má kannski skýra það, kannski misskildi ég bæjarstjóra eitthvað og það á að huga því að bæta við enn frekar frá því sem í þessum fyrir hrunteikningum. Ég vil benda á það að Efla bendir sérstaklega á þetta, að við erum að vaxa það mikið og erum þegar komin fram yfir það sem var verið að spá á þeim tíma. Ég þarf aðeins að flakka hérna á milli skjánna. Já, og síðan að lokum þá að viki líka því í þessari skýrslu að vegna þess að Tungubakkar eru fyrir utan varmársvæðið, þá Tungubakkar ekki skoðaðir. Og það liggur fyrir að það skortur á æfingaraðstöðu fyrir fótboltakrakkana. Og þar af leiðandi vil ég víkja því sem ég byrjaði á að þessi skýrsla gott innlegg en þetta svæði ekki eylænt í umhverfi sínu. Við erum með Tungubakkana, við erum með Varmárskóla, við erum með Hlégarð og mér finnst að fyrst við erum búin að leggja í þessa vinnu, klárum þá verkið og tökum þetta sem einn bita inn í púslið en ekki bara allt púslið. Takk fyrir. Já, við heldum áfram með þetta mál því að það eru 3 bæjarfulltrúar búin að biðja um orðið. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, forseti, takk fyrir. Já, ég vil byrja að segja að mér finnst gott að þessi skýrsla komin. Og ég ætla að leyfa mér að rifja upp, ég starfaði lengi vel innan vébanda ungmennafélagsins Aftureldingar, satt það lengi í aðalstjórn og mér finnst einhvern veginn því ég hugsa tilbaka að allan þann tíma frá því bara snemma á þessari öld þá hefur þetta fordýri að hvað við köllum það verið á dagskrá. Og verið gefið en síðan eins og hér komið inn á, ég ætla ekki að véfengja það gerðu hlutir, það var bankahrun og svona. Og þegar ég byrjaði að segja að ég fegin þessi skýrsla komin, þá verð ég að samt að segja að og ég tek undir með Lovísu, ég tók eftir að Lovísa, bæjarfulltrúi Lovísa nefndi það að kjörnir fulltrúar, við sem sitjum við þetta borð, að við kannski höfðum ekki þá aðkomu að forvinnunni fyrir skýrsluna sem að ég tel að við ættum að hafa og ég hjó eftir því að bæjarstjóri, hann nefnir réttilega að fólk kemur og fer. Það kemur kannski og fer hraðar í stjórnum deilda og aðalstjórn Aftureldingar heldur við borðið sem við erum við, en kannski það alltaf að breytast þessi árin. En það gerast líka ýmsir hlutir, það geta orðið hallarbyltingar í ungmennafélögum eins og sagan segir okkur og fólk farið fram með einhverja vissa hagsmuni þar. Ég gerði ekki skóna að það hafi gerst hér, ég treysti því að hér hafi verið haft fullkomið og gott samráð við allar deildur og ég hef enga ástæðu til annars en að trúa því. En það sem ég bara reyna að segja að okkar skylda að horfa í samhengi á og búa okkur til framtíðarsýn fyrir bæinn og við megum ekki festa okkur í einhverjum kannski sem gætu verið einhverju stundarhagsmunir, skiljiði mig. Þannig að ég hefði kosið að við hefðum komið meira af þessu máli í undirbúningnum áður en þessi skýrsla gerð og meðal annars vegna þess að þarna
þarna hefði mátt horfa dálítið víðar heldur bara á svæði og það sem er fókuserað á núna, þó ég geri mig grein fyrir því að það er verkefni sem verkfræðistofan fær, hún fær það verkefni og hún náttúrulega fer ekki að skoða einhverja hluti sem henni er ekki falið að skoða, en í mínum huga sem bara gamalli ungmennafélagskonu, og það litast kannski að því innan hvaða deildar ég var að starfa, að þá finnst mér bara Tungubakkarnir eru bara hluti af þessu. Og ég hefði talið að góðan kost að taka Tungubakka inn í þessa umfjöllun sem heildar íþróttalausn á þessu svæði sem við erum að tala um. Og svo komum við náttúrulega að því að þetta er dálítið viðkvæmt svæði vegna að þetta er ekki bara íþróttasvæði og vegna þó íþróttir séu ein tegund af menningu, að þá erum við líka þarna, mér skilst nú að það sé einhugur það í bæjarstjórn að við ættum að gera Hlégarða Háttmundarhöfði sem menningarhúsi með stóru emmi og allt er þetta á sömu torfunni, þannig ég verð líka að taka undir með bæjarfulltrúa Lovísu, hún var bara undan mér á mælendaskrá, að þetta hefði mátt skoða líka, en það er náttúrulega ekki öll nótt úti með það, við getum alveg gert það, við getum alveg farið í vinnu þar sem við skoðum allt þetta svæði, hvernig viljum við skipuleggja það, en þetta er nú það sem að ég veit ekki hvort ég á að kalla þetta athugasemdir, en ég hefði allavega viljað aðeins að vinna þetta aðeins öðruvísi, en svo ég bara fegin því að við erum komin með skýrslu og það er hægt að fara í þessa byggingu sem hér er raðað efst á listan vegna þess að hún er búin að vera á forgangslista árum saman og á áætlun og tekin út af áætlun af ýmsum ástæðum. Þannig ég held að það sé bara gleðiefni en svo langar mig líka að segja, þó að það sé kannski ekki og ég vona að forseti slökkvi ekki á hátalarinn hjá mér, en mér langar líka að segja í þessu samhengi að því ég var að nefna það áðan að við sem kjörnir fulltrúar eigum alltaf að reyna að horfa fram á veginn og setja stefnu og reyna að gera okkur grein fyrir hvernig er best fyrir samfélagið stefni í framtíðinni, að við þurfum núna líka bara að fara að huga að því hvar verður næsta íþróttasvæði í Mosfellsbæ. Við þurfum alltaf að hugsa það og í samhengi við þá starfsemina sem við erum með að Varmá, nú er í farvatninu, ég veit ekki hvenær að því verður, en það má við því búast að það sé ekki mörg ár í það að verða hafist handa við að byggja upp í Blikastaðalandi og við þurfum að skoða öll þessi íþrótt- og tómstundamál í einu stóru samhengi, í samhangandi kærleikskeðju í þeirra íþróttagreina sem í boði verði í þessum bæ, sem verða eflaust fleiri en eru núna vegna þess að við erum stækkandi bæjarfélag og þá koma til dæmis fleiri íþróttagreinar inn heldur en hafa verið áður. Þannig mér langar bara að bæta þessu inn í sem annað svæði og ljúka bara málum mín á því að segja að þrátt fyrir þessa athugasemd þá er ég samt ánægð með að fá þetta vegna þess að ég treysti því að þarna hafi verið gott samstarf. Ég tek samt eftir því að bæjarstjóri, og ég vona ég hafi ekki rangt eftir, þá verði ég leiðrétt að hann taldi mikilvægt að þetta færi inn til umfjöllunar hjá formönnum deilda og ég bara treysti á að þessi vinna öll frá hendi afturreikningar hafi verið öll í góðu samstarfi þannig að það verði hægt að fara í þetta rædda og gefna hús sem heitir núna aðstöð og þjónustu bygging, er það ekki? Eitthvað þess aftur. Og svo það segi ég takk fyrir mig. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert næst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Kolbrún. Já, takk fyrir það, forseti. Mér langar aðeins að tjá mig hérna undir þessu máli 1.6 varðandi framtíðarskipulag á Varmársvæðinu sem að þetta mál heitir og við líka að byrja á því að taka undir það að fagna þessari skýrslu. Þetta er mjög svo kærkomið því það er nú fátt verið meira rætt en einmitt Varmársvæðið og uppbyggingin þar á því svæði í síðastliðin ár
og hér var hrun, eins og fólk man eftir, og þessi bygging fór í salt, af því að hér þurftum við bara að stíga á bremsuna hér fyrir einhverjum árum síðan. Ég vil líka segja eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður og mörg okkar fleiri sem setjum hérna við þetta borð að við erum sprottin upp úr íþróttahreyfingunni og eigum sögu þaðan og við setjum þar í alls konar stjórnum og ráðum og vitum alveg hvað þetta snýst allt saman. Og ég vil bara fagna því sérstaklega, eða út á hvað þetta gengur allt saman, og ég vil fagna því sérstaklega að þetta samráð, þessi samráðsvettvangur hafi verið komið á og að þetta samtal hafi eftir stað og þetta skila þessari góðu vinnu sem að þarna komin skýrsla og auðvitað þetta okkar að taka síðan ákvörðun síðan kemur pólitíkin forgangsröðuninni, hvað ætlum við að gera, hvað hægt að gera og annað slíkt. Þannig að þarna bara liggur fyrir ákveðin niðurstaða fyrir okkur síðan að meta og taka afstöðu til og þannig að hér ekki verið að loka neinum dyrum, hér bara verið að opna gáttir, opna þetta viðkvæma umræðuefni sem íþróttaaðstaðan á Varmá. Það nú fátt við, það var alltaf til meiri pólitík í kringum eitt íþróttafélag en hér og hvernig þetta hefur alls saman verið. Þannig að mér finnst mjög gott að það sé komin, þetta samtala átt í stað og við séum að fara að ná einhverju samkomulagi og sátt uppbygginguna á Varmá. Ég held að það sé nú alltaf fyrst og fremst það sem við þurfum að gera og ekki einmitt fólk kemur á fer og það hver höndin upp á móti annarri og það teknar ákvarðanir og svo annað, svo slegið út á borðinu og einhvern veginn, svo þetta alltaf bænum að kenna að það sé gengi beint á skóhillurnar þegar komið inn á íþróttasvæði Varmá sem og einhvern veginn gert bara lítið úr því að það sé að bærinn hafi allan tíman viljað og til að taka þetta samtal, en nú bara búið að formfesta það og það bara að skila okkur þessari niðurstöðu, síðan það bara okkar sem að stjórnum hér og viljum að okkar bæjarstjórnar og fleiri að komast að samkomulagi það hvernig við viljum forgangsraða og hvað við viljum gera. Þetta niðurstaðan og þannig bara heilmikill óskalisti og auðvitað væri dásamlegt við gætum bara farið í þetta allt saman bara á morgun og byrjað bara að ákveða hvað við viljum gera. En það alls ekki verið að loka neinum dyrum, það ekki verið að loka á neitt samráð, hér verið að opna alla gáttir og bara við bara fagna þessari skýrslu og fagna því að það sé komin eitthvað skipulag á samtalið og eins og ég sé þetta allavega þá erum við bara að tala íþróttasvæðið Varmá. Það þarf að fara að gera úrbætur varðandi bílastæði fyrir neðan Hlégarð, svo þarna geti verið bæði stórleikur í fótboltanum og giftinga á sama tíma. Ég alveg sannfærð að við náum því samkomulagi og því sáttum það að þarna verði nóg bílastæði fyrir alla og þannig að já. Þetta er bara upphaf og þarna erum við að tala um Varmá og ég get alveg tekið undir það að sjálfsögðu eigum við að fara að horfa til næstu svæða en í mínum augum það nú Blikastaðalandið ef einhver mun gerast áfram. Það verður svo sem ekki mikið meira byggt á Varmá en núna þurfum við kannski að fara að laga Varmána til. Þannig að það það sem ég sé fyrir mér. Og hvernig við þurfum að snikka hana til og bæta aðstöðu og þetta snýst kannski við erum ekki að fara að byggja fleiri hús á Varmá, en það þarf að laga vellina, það þarf að laga stúkur, það þarf að laga aðstöðu, búningaaðstöðu og það koma þessu íþróttasvæði í betra horf. Það kannski það sem þessi skýrsla snýst En framtíðarskipulagið áfram, auðvitað bærinn að fara að stækka og við munum fara að horfa til nýs á nýtt svæði til næstu ára. En sannarlega Hlégarður þarna í túnfætinum á Varmá og mun eflaust tengjast saman bílastæðið og notkunin, bærinn á Hlégarð og þetta allt saman í okkar höndum hvernig við horfum og spilum úr þessari niðurstöðu sem þarna liggur fyrir í okkur og þá tekur pólitíkin við. Þannig að ég get ekki séð að við séum að loka á neitt samtalaði samráð og ég ítreka ég fagna þessari skýrslu mjög svo mikið
af því þetta var sannarlega kominn tími til að við næðum einhverjum samkomulagi og sátt við stjórnendur Aftureldingar og bæjarfélagsins, þannig að það sé ekki endalaust verið að benda hvor á annan og sérstaklega þegar líður að kosningum. Takk fyrir. Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, þú næstur. Takk fyrir það, forseti, og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að tala undir sama máli, framtíðar skipulag á Varmá. Þetta er skýrsla sem er komin út eftir að hafa verið unnið af þessum samráðshópi sem var stofnaður hér fljótlega eftir kosningar. Ég fagna því verulega þessi skýrsla sem komin út og ég held að það hafi akkúrat verið rétti vettvangurinn að gera þetta með þessum hætti og það var líka ákveðið hér af meirihlutanum að stofna til þessa samráðshóps til þess að fá sem flesta að borðinu og til þess að fá kannski skilvirkni í að reyna að komast að niðurstöðu, fá auðvitað bæjarins hagsmuni inn í þetta og ekki síst Aftureldingar sem skiptir verulega miklu máli og nú liggur fyrir þessi skýrsla og ég veit ekki eins og ágætt sú tillaga getur verið frá bæjarfulltrúa önnur sér að við hefum átt að koma að þessu eitthvað fyrr. Ég veit samt ekki hvað við hefum átt að gera, hvort að við hefum átt að fara að ákveða hvað þetta standi í skýrslunni, við kjörnir fulltrúar eða hvað. Það var falið hóp af embættismönnum og sem var leiddur af bæjarstjóra að fara í þessa vinnu með Aftureldingu og ég held að það sé mjög gott að það var gert. Síðan liggur núna fyrir þessi skýrsla sem að segja til einhver fyrirfram ákveðin forgangsröðun á þessu og þá komum við inn í þetta. Nú þarf að fara að taka ákvörðun hvernig þetta verður gert, hvenær verður hægt að fara í þetta og svo framvegis. Og ég tel einmitt mjög mikilvægt, einmitt af því að bæði stjórnarmenn í íþróttafélögum og líka í bæjarstjórn til koma að fara, að það sé negld niður, eða getur sagt eins og einhver stefna, þar sem að verður þetta að vinna eftir, þannig að þetta sé ekki alltaf verið að breyta frá því síðasta stjórnar í Aftureldingu eða eitthvað slíkt. Þannig að við höfum auðvitað mörg dæmi um það, eins og til dæmis að það er alveg rétt að þessi bygging er búin að vera á teikniborðinu síðan 2008. Hún var ekki slegin út á borðinu út af einhverju kreppu, hún var slegin út á borðinu vegna þess að það komu aðrar áherslur og óskir frá Aftureldingu að fara í aðrar framkvæmdir eins og fimleikahús og annað slíkt sem að gera það að verkum að þessi byggingur ekki komið. Síðan varðandi hvort að þessar teikningar eins og Lovísa var að tala um, hvort að þær væru núna up to date, ef við getum sagt svo miðað við hvað þær eru orðnar gamlar. Það er ekki verið að samþykkja neina teikningar í þessari skýrslu. Það er bara verið að taka ákvörðun einhverja forgangsröðun. Síðan þarf að koma að borðinu hvort að þetta sé eitthvað sem þarf að breyta, hvort að það þarf að vera fleiri klefar og svo framvegis og ég tel að það sé mjög mikilvægt að þetta sé virkilega vel rýnt til þess að skoða hvort að það þurfa að gera veiga litlar eða veiga miklar breytingar á til dæmis þegar við tölum bara þessa byggingu sem að annars eru nefndi mjög vel aðstöðu og þjónustubyggingu vegna þess að það er verið að kalla þetta núna, við erum verið að kalla þetta einhvers konar svona fordýrisbyggingu, þetta er eins og þetta sé eitthvað lítið bíslag á bílskúr, en þetta er svo sannarlega ekki það, þetta er alvöru flott hús sem þetta er að gjörbreyta allra aðstöðu að Varmá. Varðandi síðan hvort að það þurfa að hugsa þetta í heildina eða ekki, verkefni var náttúrulega að hugsa fyrir Eflu og þennan hóp, það var að koma með tillögur forganga uppbyggingu á Varmásvæðinu. Auðvitað hlýtur það að haldast í hendur að þetta verði gert í einhvers konar samráði við heildarsvæðið og ef að það verður niðurstaðan það verður byggt þarna fleiri bílastæði sem að myndu tengja saman þá svæðið og hlékar, þá er það bara því besta mál. Ég held að þurfum ekkert að kvíða því þó verður brúðkaup og fótboltaleikur á sama tíma. Við skulum endilega samt byggja þessi bílastæði ef að það verður niðurstaðan þó að það verður einhvers konar árekstur á einhverjum tímapunktum en við skulum ekki vera að mála að skratta með vegginn hvað það varðar. Síðan aftur á móti varðandi önnur íþróttasvæði, það er í gangi viðgerðir og uppbygging að Tungubökkum. Það er búið að taka eitt svæði í gegn af 4 eða 5. Þar er verið að skipta gras og annað slíkt og þannig að sú uppbygging er í gangi og það er samkomulag það að halda Tungubökkum eins og þeir eru, besta grassvæði á landinu og þannig að sú uppbygging er í gangi. Síðan er annað íþróttasvæði sem er íþróttasalurinn á Lágafelli, þar er náttúrulega íþróttasvæði líka. Síðan er íþróttasvæði við golfvöllinn,
golfvöll Mosfellsbæjar sem mörg hundruð manns að stunda íþróttir. Síðan íþróttasalur á skipulagi fyrir Helgafellsskóla, en í þessu tilfelli vorum við að horfa á Varmársvæðið og auðvitað getum við reynt að horfa á eins mikið í heildina þar, hvert verður framtíðarskipulag og framtíðarnotkun til dæmis á Brúarlandi. Verður það fyrir menningu, verður það fyrir skóla, kemur afturrækting eitthvað inn í það á næstu árum eða hvernig sem það verður. Þannig að það á margt eftir að skýrast í þessu. En fyrst og fremst það ánægjulegt að þessi skýrsla komin út. Þarna komin beinagrind að einhverju forgangsvinnu, síðan það okkar bæjarfulltrúa og kjörinna fulltrúa að taka ákvörðun hvernig þetta verður síðan gert og taka þá ákvörðun teikningar og annað slíkt. En ég held að þetta sé mjög gott mál í góðum farvegi. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður Gunnlaugsdóttir hefur beðið orðið fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég kem upp til fundarstjórn forseta og ég vona ég sé ekki að brjóta mikla reglur, en ég ætla að gera athugasemd við eitt af því sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs að meirihlutinn hefði ákveðið að setja af stað samráðsnefnd. Ég man nú ekki betur en bæjarstjórn hafi bara ákveðið þetta, skiljið. Það er bæjarstjórn sem ákveður alls konar hluti. Það ekki bara meirihlutinn sem vill svo til að starfa núna, D.O.V.-listi. Bara svona halda því til haga, skiljið. Við tökum nú þátt í stjórn bæjarins líka, við sem erum ekki menn. Takk. Já, nú hafa nokkrir beðið orðið. Forseti vill taka samt fram að bæjarfulltrúi Anna Sigríður tók til máls undir liðinu fundarstjórn forseta. Ég lít nú það ekki að þetta snerti fundarstjórnina sem slíka. En nú komið inn á áður, það ekki forseta sem að gera athugasemdir hvað rétt og rangt þegar mann taki til máls sem óbreyttur bæjarfulltrúi, en Anna Sigríður Gunnlaugsdóttir þjóð alveg heimilt að taka bara aftur til máls. Þú varst búin að tala einu sinni, þannig að koma þessum skilaboðum hér inn á fundinn. En nú höldum við áfram og það eru 4 núna á meðan og við höldum bara áfram. Það Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, 7. mál, skýrslu framtíðarskipulag Varmársvæðis. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að ræða þessa skýrslu framtíðarskipulag Varmársvæðis og ég ætla bara að byrja á því að segja, ég bara feina að þessi skýrsla komin fram. Þetta samtal þurfti og þarf að eiga sér stað. Mig minnir að ég við fyrst rekist á hugmyndir inngang eða viðbyggingu við Varmá bara fljótlega upp úr árinu 2000 og síðan hefur þetta verið á dagskrá og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson kom nú að því áðan að síðan vék það fyrir fimleikahúsi til að mynda og svo framvegis. Það bara eins og gengur og gerist. En aðalatriðið það, þessi skýrsla komin fram. Ég lít svo á að hún sé sem sagt núna eins og rætt var á bæjarráðsfundinum daginn og kom fram í máli bæjarstjóra áðan að aðalfundur ungmennafélagsins mun fjalla þessa skýrslu. Við erum að tala hana núna og síðan verður að mínu viti eitthvað samtal auðvitað áfram nákvæmlega hvernig og hvenær og svo framvegis. En þarna eru meginlínurnar komnar og ég bara fagna því. Þannig að þetta sem sagt á svona 20 ára afmæli þessi umræða þessar mundir. Nú mig minni nú líka forseti að þegar við ákváðum að setja þetta í þennan farveg, tek undir það sem Anna Sigríður sagði áðan, við stóðum, allavega ég stóð að því og mér minnir að við höfum gert það öll að setja það í þennan farveg. En allavega tala ég það þá að við fengjum hlaupandi upplýsingar. Það var ákveðið að halda fundagerðir utan þessa fundi og svona og við höfum kannski geta staðið okkur betur í því að miðla áfangafundum þetta verkefni til annarra kjörinna fulltrúa. Þetta sem sagt, að mínu viti líka forseti, þetta ekki bara samtal milli bæjar, yfirvalda og ungmennafélagsins Aftureldingar sem okkur auðvitað þykir öllum
mjög vænt heldur þetta í mínum huga eitt stórt samtal samfélagsins. Varmá eitt stórt íþrótta- og lýðheilsusetur allra bæjarbúa í mínum huga. Og þannig myndi ég og vil ég allavega nálgast þessi verkefni og ég ekki vafa að ungmennafélagið mun líta þannig á líka. Þetta sé eitt stórt íþrótta- og lýðheilsusetur. Forseti, sjálfum sér ekkert að minni hálfu mikið meir þetta. Tökum þetta héðan og sameinumst það að ræða þetta og halda uppi samtalinu við ungmennafélagið og við samfélagið hvernig við viljum hafa þessa hluti þarna. Og bæjarstjóri las hérna forseti áðan upp á bókunni sem bæjar á Gerði og þar var sem sagt að skýrslan yrði sem sagt send íþrótta- og tómstundanefnd til kynningar. Ég sé það að það fundur þar á morgun en skýrslan ekki á dagskránni. Ég held að væri nú ágætt að ráða bara að buga því og setja skýrslun endilega fyrir þennan fund á morgun. En forseti, svo mörg voru þau orð. Takk fyrir mig. Já, þá eru 3 að mældagskrá og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Þú ert næstur, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk að þið forseti. Já, ég fagna þessu útkomu þessari skýrslu og umræðum hana. Eins og kom fram hjá síðasta ræðumanni þá þetta eða yfir 20 ára gamalt verkefni með andirið niður á Varmá. Ég man þegar ég flutti hérna inn til bæjarins 2003 að þá var allir spenntir að bíða eftir því og einnig kirkju niður í miðbæ. Og þetta svona mál sem að hafa svona dregist en gott að þetta komið aftur á hvað ég segja, brautatinnana og vonandi að við þurfum ekki að bíða í önnur 20 ár eftir andirinu. En það fagnaðarefni að þetta sé tekið svona vel saman. Þetta er greinargóð skýrsla, fer vel yfir fjárhagshliðina á þessu og þá bara spurning hvort að við sjáum fram á ferilinn í þessu, hvað verður tekið fyrst og svo framvegis, hver vilji afturreldingar, það náttúrulega því ágætlega lýst þarna inn í þessu. En jafnframt vil ég taka undir með fulltrúa Samfylkingarinnar hérna áðan. Það sko spurningin, hvar framtíðarsýnin? Þessi 20 ár sem við erum að tala hérna, biðin eftir andirinu, hún í raun og veru sko ákveðin svona undirstreikar í raun og veru þessa spurningu fulltrúa Samfylkingarinnar. Að framtíðarsýnin áframhaldandi bið eða framtíðarsýn heildarskipulag íþrótta- og æskulýðsmála, byggingar og annað slíkt á okkar svæði sem að byggjast upp mjög hratt. Og hér fjölgar íbúðum ört og fólk vill geta séð inn í framtíðina og það tek heilshugar undir þau orð að okkar markmið að líta langt fram á veginn sem fulltrúi Samfylkingarinnar minntist á og ná þannig að sjá fram á við hvað má vænta. Og þetta meðal annars grundvallaratriði hjá almenningi sem að fjárfesta. Það sé bæði stöðugleiki en við hefum réttilega gengið í gegnum erfiðleika en þá þarf að líta á þetta þannig að það sé einhver sko stefna mörkuð sem að fólk getur treyst að verði framfylgt með þeim hætti sem upp var lagt með þegar fólk að flytja í bæ. Og það meðal annars íþróttamálin þarna og ég ekkert að segja að það sé ekki verið að framkvæma og það enginn að tala eitt eða neitt niður í þessu. Það bara þessi sýn að hún sé fyrirfram ljós og skipulagið sé með þeim hætti í þessum málum sem að varða lýðheilsu og að það sé í raun og veru framkvæmt það sem að í raun og veru búin að lofa bæjarbúum á þeim tíma sem að áforma var að framkvæma. Vissulega koma þarfir innan úr íþróttahreyfingunni sem að breyta þessu. Það óumflýjanlegt og það líka breytingar vegna bæði tíðaranda eða nýra þarfa hvers konar. En samt sem áður
held ég að við verðum að fara að líta á nýtt framtíðar íþróttasvæði eins og Anna Sigríður fulltrúi Samfylkingarinnar minntist á. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Ég tala hér í annað skipti undir þessu máli. Ég ætla ekki að misnota aðstöðu mína og segja að þetta koma undir fundarstjórn forseta. Ég kem bara hér heiðarlega og tala í annað skipti undir þessu máli. Ég vil bara ítreka það að þessi samráðshópur sem var síðan stofnaður eftir kosningar, eins og ég sagði, hann meðal annars hluti af málefnasamningi þessa ágæta meirihluta sem hefur nú náð að framkvæma ótrúlega margt í sínum málefnasamningi þrátt fyrir COVID og annað, og þess vegna var farið í það mjög fljótlega eftir kosningar að setja þennan hóp og þennan samráðshóp formlega af stað, og það var gert með samþykkt í bæjarráði og síðan reyndar með samþykkt. Það rétt, ég biðst afsökunar á því að þetta var ekki bara meirihluti sem samþykkti í bæjarstjórn, heldur bæjarstjórnin, og það þarf ekkert að minna á það séu allir í bæjarstjórn og konur séu líka menn, frekar dapurt, en engu að síður þá var þetta að frumkvæði meirihlutans og er í sáttmála meirihlutans, og ef það kemur síðan á óvart að það voru ekki einhverjir fleiri í nefndinni og í samráðshópnum og kjörnir fulltrúar kom ekki meira að þessu, að þá skilji ekki af hverju fólk var að samþykkja þennan ráðahag og hvernig þetta var lagt upp og hvernig hann yrði skipaður og svo framvegis. Þannig að það kemur kannski svolítið spánskt fyrir sjónir. Eitt sem ég gleymdi áðan sem ég langaði að nefna sem er góður punktur sem kom fram í máli Lovísu þegar hún var að reifa þetta mál, að þegar við erum að horfa á samhengið og horfa á heildina hvernig kemur varmárskóli inn í þetta. Varmárskóli er auðvitað hluti af notendum íþróttamiðstöðvarinnar Varmá, stórnotandi meira að segja, og eftir því sem að þessar teikningar eiga eftir að útfærast og hvort það verði einhverjir salir þar sem að verða þá væntanlega nýttir þá fyrir varmárskóla á daginn, og þeir geta þá restina verið nýttir líka fyrir eldri borgara, Mosfellsbæjar og svo framvegis. Þannig að þetta verður örugglega horft á heildina þegar að þetta verður allt saman útfært og ákveðið hvernig þetta verður og hvað verður þarna og hvaða starfsemi ætti þá að hýsa þetta. Þannig að ég held að það sé bara spennandi fyrir alla að sjá hvernig það kemur til með að útfærast. Takk fyrir. Þá tekur næstu til máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég ætla svo sem bara að bregðast við því sem að hér hefur verið fjallað þessum. Það er þetta búið að koma inn á það einhverju leyti af einhverjum öðrum. Þannig ég get nú kannski eitthvað stytt mál mitt með það, en því það var hér, ég bara við talað uppleggi til Eflu og aðkomu kjörinna fulltrúa og svo framvegis. Og svo voru menn nú eitthvað fattar að ræða það hver ætti hugmyndina þessu og svo framvegis. Mér finnst það nú kannski ekki skipta öllu máli. Það er hárrétt að þetta er í meirihluta sáttmála þessa meirihluta, málefnasamningi þessa meirihluta, að stofna þennan samráðsvettvang, og það var engin tilviljun að það var gert það vegna þess að það var í stefnuskrá, minnst annars þeirra flokka sem að honum standa, og var þar vegna þess að í þeirri vinnu sem að sá flokkur vann til undirbúnings sinnar stefnuskrár kom í ljós að meðal annars í samtölum við ungmennafélagið Aftureldingu að það vantaði meiri formfestu og stefnu í þessa ákvarðanatöku, og þess vegna var þetta nú gert með þessum hætti, og það var ánægjulegt að allir bæjarfulltrúar og allir flokkar stóðu að því og samþykktu það að setja þennan samráðsvettvang á laggirnar, og einnig það hverju ætti að vera í honum og hvernig hann ætti að fjalla. Og svo einnig var bara mjög góð samstaða það þegar að það kom fram tillaga frá þessum ágæta samstarfsvettvangi það að það er ráðist í þessa þarfagreiningu framtíðarsýn varmársvæðisins, að það væri gott að tilkynna þá ákveða það í tilefni 110 ára afmæli Aftureldingar, að það var líka bara mjög góð samstaða það. Þannig að
ég lít nú svo á að þetta upplegg allt saman og að þessar aðferðir við að gera þetta hafi verið fullkomin samstaða. Það kemur aðeins á óvart að einhverju telja þetta hafi átt að vera einhvern veginn öðruvísi og ég held að það er nú ekki verið málunum til framdráttar sko að fara að setja kjörna fulltrúa í þessa vinnu. Ég lít nú ekki á það sé hlutverk kjörinna fulltrúa, hlutverk kjörinna fulltrúa að taka ákvarðanir þegar einhvers konar greining liggur fyrir og koma því til einhverjar framkvæmdar. Það kemur mér heldur ekki á óvart að menn séu farnir að tala 20 ára gamla framkvæmd og það hefði ekki verið staðið við loforð byggingu og hinn og þessu. Þetta ef maður fengið að heyra frá öllum bæjarstjórnum í gegnum tíðina að það hefði ekki verið staðið við þetta. Einhverjir bæjarfulltrúar, ekki í þessari bæjarstjórn en einhverjum öðrum bæjarstjórnum hafa sagt að bærinn hafi svikið félagið afmælisgjöfina á 100 ára afmælinu, það að segja þessa tilteknu byggingu. Það alveg hárrétt að það var rætt það 100 ára afmæli að byggja þessa tilteknu byggingu en síðan gerist það að ungmennafélagið leggur til með formlegum hætti við bæjarfélagið að þessari byggingu verði slegið á frest og aðrar byggingar byggðar í staðinn. Og þær byggingar eru sjálfum sér mun verðmætari heldur en þar sé í peningum talið, eða fjármunum talið heldur en þessi tiltekna bygging. Það hefur verið byggt sem sagt fimleikahús og bardagasalir og bygging sem hýsir skrifstofur Aftureldingar og búningskleifar tengdir fimleikahúsinu. Síðan hefur verið yfirbyggt fjölnota íþróttahús og þessar tvær framkvæmdir voru af hálfu félagsins settar fram fyrir þessa byggingu sem núna og með formlegum óskum þar Þannig það er allt í lagi og menn geta alveg talað svikin loforð eða 20 ára gamlar ákvarðanir sem ekki hafa verið framkvæmdar og svoleiðis en það dæmir sig bara sjálft hvernig svo umræða fer því að ég held að þeir sem að málinu koma vita alveg hvernig pottin er búið og örugglega ef þessi greining hefði verið unnin og þessar tilteknu framkvæmdir sem ég nefndi áðan til þetta fimleikahús og allt í tengt og fjölnota íþróttahús hefði ekki verið komið þá hefðu þær framkvæmdir sjálfsagt verið þær fyrstu sem að menn vildu byggja á þessu ágæta svæði. Það vill bara svo til að það er búið að byggja þessa aðstöðu. Og ég held að við ættum frekar að þakka okkur fyrir það heldur en að snúa þessu á þennan mátan. Og síðan aðeins hvað varðar svæðið og bílastæði og svo framvegis við Hlégarð, sko, það er einmitt verið að horfa á þetta heildstætt. Það er möguleiki að það náttúrulega reyndar eru bílastæði í dag í Hlégarðsbrekkunni, þau eru ekki malbikku og það er ekki gott að umgangast þau, sérstaklega ekki þegar það er vætutíð eða vetrarveður eða slíkt. Þannig það er að tala um að gera þau þannig að þau séu malbikuð og þar getur komið eitthvað í kringum 50 ný stæði og þau nýtast náttúrulega öllu svæðina sjálfsögðu. Og við erum með bílastæði mjög víða á þessu svæði. Það er bílastæði náttúrulega við íþróttahúsið sjálft, það er bílastæði við Varmárskóla á 2 stöðum. Það er bílastæði við eldri deildina líka og það er bílastæði við Bólið og svo er bílastæði við Hlégarð og svo þá verið að tala um þessi viðbótar bílastæði. En ég held að það sé algjörlega útilokað að búa til bílastæði við þetta svæði sem myndi hýsa það þegar að knattspyrnuliðið okkar er komið í úrvalsdeild, ég segi ekki þegar það verið komið í úrvalsdeild og á leiki mæta 2000 áhorfendur og svo á sama tíma væri leikur í úrslitakeppni handboltans inn í húsinu og brúðkaup í Hlégarði og hugsanlega líka einhver vetrarhátíð í skólanum, það væri örugglega ekki til bílastæði til að taka við öllu þessu á sama tíma og þá verður það bara að vera svo
Og það þarf líka að huga því að við þurfum að hvetja meira til þess að menn noti meira almenningssamgöngur þegar svona stóra viðburðir eru og svona komið vekk fyrir það að bílar fljóti út allt. Og þetta nú svona bara skipulagsatriði. Hvað var það síðan sko teikningarnar, það sem ég átti viðvarandi þetta húsnæði, það liggur fyrir hönnun að þessu húsnæði og hún orðin 15 ára gömul og að sjálfsögðu verið farið yfir þá hönnun. Það ekki verið að tala að taka þær teikningar og bjóða bara byggingu morgun. Heldur það að fara yfir þá hönnun og skoða hvað hefur breyst í hlutunum og það talað búningsklefa þarna og það líka talað hugsanlega búningsklefa eða byggð verður stúka sem ekkert í mínum huga bara þegar byggð verður stúka við knattspyrnuvöllinn að þá verður það greint mjög vel þegar það kemur hvort að þá þurfum við jafnvel ennþá fleiri búningsklefa og það meðal annars tekið fram í skýrslunni og kostnaðargreint sko svona í grófu hvað kostar stúka bara per se og hvað kostar stúka með búningsklefum. Þannig að auðvitað er verið að horfa til framtíðar og þetta skýrsla svæðisins til framtíðar sem er verið að horfa til framtíðar með það og sko æfingaaðstaða knattspyrnunnar, það líka talað það og það talað það það sé hægt að bæta hann og leysa jafnvel með því að setja gervigras á aðalvöllinn og það til þess að það sé þá sko meiri æfingaaðstaða á svæðinu þegar ekki hægt að nýta náttúrulegt gras sem því miður töluverður tími ársins á Íslandi vegna þess að við búum dálítið norðarlega að þá ekki hægt að nota náttúrulegt gras nema svona 4-5 mánuði ári og nú ef það væri sett gervigras á núverandi aðalvöll þá var með 2 fullvaxna keppnisvelli með gervigrasi og svo knattspyrnu og svo fjölnota íþróttahúsið. Á sumrin yfirdrifin og æfingastaða, Tungubakkar eru ekkert smá flæmi og eins og kom fram í máli hér áðan að þá það náttúrulegur völlur en samt sem að verða bætan og búið að setja upp áætlun það til þess að svona sé sléttari og betur undir fótinn og henti betur sem æfingastaðan. En ég held að séu nú ekki mörg bæjarfélög og fá íþróttafélög sem hafa annað eins æfingasvæði yfir sumarið eins og Afturelding með Tungubakka og tala ekki að síðan verður sett gervigras á aðalvölli með 2 fullvaxna knattspyrnuvölli, hraða gervigrasi og eina knattspyrnuvöll. Þetta þætti einhverjum gott. Og hvað var það samráði við deildirnar? Sko, samráðshópurinn var ekki með samráð við deildir. Heldur var það lagt í hendurnar á ungmennafélaginu Aftureldingu og þá þeirra sem unnu verkefni fyrir samstarfshópinn þar að segja ráðgjafa Eflu og það var gert í gegnum fulltrúa Aftureldingar í samstarfshópnum að allar deildir skiluðu inn sinni þarfagreiningu sem að þessi ráðgjafa notuðu til þess að lesa út úr því og leggja til þessa niðurstöðu sem að fram kemur í þessari skýrslu. Þannig að ég veit ekki betur það verið fullyrt í hópnum að það hafi verið aðkoma allra deilda að því og svo fer þessi afurð til aðalstjórnar Aftureldingar og á formannafund Aftureldingar og á aðalfund Aftureldingar til þess að ræða hana nánar þannig að það sé öllum ljóst hvað þeir eru verið að leggja til og ef einhverjar breytingartillögur koma í því þá náttúrulega tökum við þeim og ræðum þær og eins og kom einhverjar breytingartillögur frá bæjaryfirvöldum, hvort sem það bæjarstjórn eða bæjarráð eða íþrótta- og tómstundanefnd eða einhverjir aðrir þá var það en þarna komin mjög mikilvægur grunnur, þarfur grunnur að því hvernig við horfum á íþróttaiðkun í bænum og íþróttasvæðið Varmá sem íþróttasvæði í dag fyrir Aftureldingu til næstu ára og áratug. Síðan var líka rætt næsta íþróttasvæði. Ég held að sé nú mjög erfitt að fara að ákveða það hvað næsta íþróttasvæði eigi að vera fyrir en við vitum og erum síðan búin að ákveða hvar við ætlum í hvað áttir við ætlum að stækka bæinn okkar. Það liggur nú beinast við og það náttúrulega núna í ferli eins og þið vitið, sett í ferli að bæjarráð og bæjarstjórn
rýnihópa greining vegna Blikastaðalandsins og auðvitað þýðir það að bærinn að horfa til þess lands hversu vinna leiðir, vitum við ekki ennþá, bæði hvað varðar skipulag, innviði, samninga og slíkt, en nú hins vegar ef að það verður niðurstaðan að horfa til uppbyggingu á Blikastaðalandinu næstu árum og áratugum, því það áratugaverkefni, svo stórt og mikið land, að þá finnst mér það innboðið að næsta íþróttasvæði verður þar. En fyrir en svo ákvörðun liggur fyrir þurfum við ekki að skipuleggja íþróttasvæði, við gerum það þegar við vitum hvar við ætlum að byggja. Ef við hins vegar ekkert verður að Blikastaðauppbyggingu og við viljum frekar horfa hér á þá væntanlega Lágafell, Sólvelli, Akra, Reykjaland og svo framvegis, þá þurfum við væntanlega að huga íþróttasvæði þar. Þannig að í mínum huga snýst þetta það hvar við munum leggja áherslurnar í uppbyggingu og stækkun bæjarins næstu árinu áratugina og þurfum að passa það að eggið kom ekki á, eða hænan kom ekki undan egginu, ekki þannig sem var þetta. Þannig að ég bara endurtek það, ég er ánægður með þessa vinnu, uppleggið, aðferðafræði, nákvæmlega eins og bæjarstjórn fól hópnum að gera það og vonandi leiðir þetta til svona meiri festu og svona minni deilna, það verður alltaf einhverja deilur eða kannski kollum við það frekar skoðanaskipti hvað eigi að byggja og hvað ekki, því að það geta aldrei allir orðið fullkomlega 100% sammála í því. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar núna á mælendaskránni og forseti hefur sett sjálfa sig hérna á mælendaskrá, þannig að mig langar nú aðeins að tala þetta. Það er nú búið að segja margt gott hérna þetta verkefni, kollum við það sem það auðvitað er. Ég ætla nú að bara rétt að segja mitt álit á þessu. Fyrst lagi tel ég að veri mjög gott skref að koma þessum samráðsvettvangi á, koma svona í fastara form, annars vegar Afturelding, það stóra og mikla íþróttafélag og síðan bæjaryfirvöld, þessi vettvangur með fundargerðum og það að skila sér með þessu máli hérna og skýrslu sem verður svo áfram bara inni með. Svo langar við aðeins að koma inn á með Aftureldingu sem við höfum nú örugglega öll mjög miklar og sterkar taugar til. Ég ætla að leyfa mér að skjóta því fram í að ég gekk í Aftureldingu 12 ára gamall og þá var það þannig háttað að kennarinn okkar, Tómas Lullusson, kom með nöfnin okkar alla á blaði og við vorum bara komin í Aftureldingu. Við vorum aldrei spurð hvort við vildum ganga, en það var ekkert annað félag að ræða þá. En það sem ég vildi segja, og bæjarfulltrúi Stefán Ómar kom aðeins inn á áðan, að það er gott að hafa Aftureldingu þarna sem er langstærsta íþróttafélagi hérna og sinnir mjög miklu starfi, sérstaklega fyrir yngstu bæjarbúana og svo keppnisíþróttir. En það ýmsir aðrir hópar sem Afturelding sinnir ekki með beinum hætti. Bara svona minna á það en ég hef ekkert á móti því að þetta sé í gegnum Aftureldingu og því að það er svo vissulega stór aðili og notandi að þessum mannvirkjum þarna niður frá. Ég held ég get ekki sagt meira þetta hér og nú, þannig að ég ætla að gefa bæjarfulltrúa Sveini Óskari orðið. Hvort það verði síðasta orðið, það ræðst núna bara næstu mínútum, það er að segja hvort aðrir tilkynni sig. Jú, þarna var nú eitt nafn að birtast. Við skulum, ég ætla að gefa þér orðið, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Takk fyrir þetta, forseti. Þetta var ágætis yfirferð og góðar upplýsingar sem við vorum að fá frá framkvæmdastjóra bæjarins og bæjarstjórann okkar, sem bara er besta mál og til fyrirmyndar að fá góðar upplýsingar. En mér finnst svona samt sem áður rétt að minnast á það að við höfum verið að fá ýmsar gjafir bæjarbúar gegnum tíðina og sum hafa rantað í réttan farveg og annað ekki og það er eðlilegt og má það meðal annars minnast á villidýrasafnið sem er ekki enn búið að byggja og annað slíkt sem að bæjarstjóri mælti nú eindregið með á sínum tíma. En það er fagnaðarefni að við séum að setja í þessa íþróttagrein einhverja uppbyggingu
en það breytir því ekki að þó að við höldum langar og yfirgripsmiklar ræður, eins og bæjarstjórinn gerði núna áðan, að þá þurfum við eitthvað að setja niður á blað stefnuna. Og ég held að framtíðarsvæði fyrir íþróttahreyfinguna þurfi að koma í ljós. Stækkandi bæjarfélag og heilmikil umstang. Þetta langtíma mál, en auðvitað þurfum við að líta bara á þessa skýrslu sem fagna, svona efni sem að má fagna, því að allavega erum við að tala börnin okkar og lýðheilsu og annað slíkt. En ég vildi bara árétta þetta að það er svona ýmis verkefni sem hafa verið lofað og hafa dregist og við fögnum því bara að það sé farið í þessi verkefni sem þarna reifuð, þó ég hafi nú ekki verið beinlínis hrifinn af villidýrasafni. En þakka fyrir mig. Já, við höldum áfram. Það eru tveir bæjarfulltrúar sem hafa sett sig á mælendaskrá. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Næstur. Já, takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar. Mig langar bara að taka undir varðandi það. Mér finnst þetta bara frábært. Þetta skuli vera komið fram. Fyrst og fremst verkefnið það nær til allra mannvirkja útisvæða íþróttasvæðis að Varmá, af því að menn hafa hér og búin að vera að tala önnur svæði. Þessi skýrsla þetta bara Varmársvæði, þannig að það sé alveg á hreinu. Mér finnst þetta bara frábær skýrsla, ég ánægður með hana, mér finnst þetta vel útlistað. Það gott að vera búin að fá þetta. Ég sammála því sem kom líka fram að það ekki allir endilega kannski sammála útlitinu eins og hér akkurat núna. Það þarf ekki endilega að vera að þetta sé að loka útlitið. Varðandi önnur svæði og önnur íþróttasvæði eins og til dæmis á Blikastöðum. Ég held að það veri örugglega einhver pólitísk deila þegar að því kemur. Ef við setjum íþróttasvæði þar einhvern tímann eða þeir sem sitja í bæjarstjórn þá. Ég held að aðalatriðið verði þá hvort að félagið sem það muni vera eigi að heita Afturelding eða eitthvað allt annað. Ég held að það veri mesta baráttan, en vonandi mun það bara heita Afturelding. Annars ég mjög ánægður með þessa skýrslu. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir bara örstutt. Þetta hefur verið löng og mikil umræða og bara mjög gott og gott að heyra all sjónarmið og ég held við séum nú öll svona sammála það að stóri sigurinn í þessu máli núna þetta samtal sem þetta formlega samtal sem komið á milli þessa stóra íþróttafélags og Mosfellsbæjar. Það ekki, minnst svolítið tónninn vera sá að bærinn sé að lofa einhverju og ekki staðið við neitt. Þetta er líka félagið og þeir sem þar hafa stjórnað. Það hefur ekki verið sátt þar innan hús heldur, þannig að nú komin sátt og mér finnst það vera stóra málið í þessu og síðan það okkar, eins og bæjarstjóri sagði áðan, að taka ákvörðun í hver forgangsröðunin verður. Og þetta stóra íþróttafélagið okkar og ég tek undir það með Stefán Ómari að þetta lýðheilsumál, þetta risastórt lýðheilsumál, þetta íþróttavettvangurinn okkar þarna niður frá og við viljum öll að veg hans sem bestan. Það hefur hver höndin upp á móti annarri verið einhvern veginn þarna niður frá líka varðandi hvað á að byggja upp og hvernig á að gera þetta. Nú komið sátt og samkomulag og við sem bæjarstjórn skulum fagna því og bara taka þetta síðan áfram og hvað við getum gert og í hver forgangsröðun verður, af því að það hefur aldrei staðið á bæjarstjórn Mosfellsbæjar að taka þátt í uppbygginguna Varmá eins og sést Takk fyrir. Þá Lovísa Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Kannski byrja á að segja að með mínu spurningum ég ekki að mála skrattan á vegginn eins og einhver orðaði það, heldur ég bara einfaldlega að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi tók skýrt fram áðan. Þessi skýrsla fjallar bara Varmársvæðið. En einhverju hluta vegna þá segir Haraldur bæjarstjóri hér áðan að sjálfsögðu sé verið að horfa á heildina. En þetta nú í smá
mótsögn. Það margt tekið fram í skýrslunni að þetta bara verið að fjalla varmársvæðið, aðstöðu aftureldingar að Varmá og meiri segja svo þröngt að þau töldu sig ekki einu sinni geta talað Tungubakka. Hins vegar hefur hér í umræðunni verið farið út fyrir og þá sér í lagi bæjarfulltrúa meirihlutans verið að horfa á stærra svæði, gott og vel. Það var það sem ég var að reyna að segja hérna bara í byrjun, að ég teldi að þyrfti að gera, horfa á svæðið í heild sinni, ekki bara það sem aftureldingur hefur að sína aðstöðu. Það eitt púsl í púsluspilið og mjög mikilvægt púsl og ég ítreka það að mér finnst mjög gott að þessi skýrsla sé komin fram. En það eru hlutir og bæjarfulltrúi Ásgeir kom einmitt aðeins inn á það áðan með Varmárskóla og það líka nefnt þarna stuttlega í skýrslunni svona hlutur eins og til dæmis frístund og aðstöðu fyrir börnin sem að sækja þarna íþróttir beint eftir skóla og meðan þau í skóla og þetta hefur verið svolítið vilda vestrið oft á tíðum og einhvern veginn sem að hefur skýra mynd af því hvaða börn eru hvar á hverjum tíma og þau eru ekki á ábyrgð neins nema bara foreldra sinna þarna. En ég fagna því að þetta standi til. Ég kannast ekki við hérna í þessari umræðu. Ég bara mist af því ef einhver var að saka bæinn hér á þessum fundi að standa ekki við gefin loforð hvað þetta varðar. Ég bara heyrði það ekki sagt. Ég veit að það var forgangsraðað með öðrum hætti að beiðni aftureldingar. Ég bara misti algjörlega af því ef einhver annar sagði að það hefði ekki verið þannig. En hins vegar þá skulum við horfa til framtíðar, við erum komið með þessa skýrslu og hver þá næstu skref? Í skýrslunni sjálfri og í kynningu bæjarstjóra hér í upphafi þessar umræðu, þá var vísað sérstaklega til bókunar bæjarráðs sem að talar með leyfi forseta, að því gefnu að kerfið sé ekki búið að henda mér hér út, að leggja þetta, sem sagt, að fara í nánara kostnaðarmat á þeim framkvæmdum sem eru tilgreindar eru í forgangsröðunar tillögum skýrslunar sem hægt að styðjast við í komandi fjárhagsáætlunargerð. Það það sem að bæjarráð bókaði en síðan líka talað hér á þessum fundi að auðvitað verði farið nánar í að skoða einstaka liði og það sé alls konar vinna eftir. Þá spyr ég hver eru þau skref og hver að fara að vinna þá vinnu. Svona hluti eins og það erum við að fara að breyta eða taka inn í húsnæði aðstöðu fyrir frístund eða börn sem eru að fara til og frá úr tómstundunum og fara aftur inn í frístundastarfið. Og hver og hvernig verður þessi vinna unnin. Og það finnst mér að þurfa að vera í miklu samstarfi við bæjarstjórn alla ef ég spurð álits. Takk fyrir. Næsta tekur til máls Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Haraldur. Já, forseti, þetta getur nú þess vegna orðið umræða þá bara til næstu jóla, sko. Ég held að það skulum ekki kannski fara í þann gírinn. En sko, það veit svo til að Íþróttamiðstöðin á Varmá tveir meginnotendur hennar, eða kannski þrír meginnotendur. Það fyrsta lagi það Varmárskóli og reyndar fleiri skólar, það Helgafellsskóli og Lágafellsskóli hafa líka verið notað Íþróttamiðstöðina á Varmá. En stærsti skólinn sjálfsögðu Varmárskóli. Síðan það Ungmennafélagið Afturelding sem hinn meginnotandinn og svo þriðji pollinn bara almenningur sem ekki í skóla eða ekki í Íþróttafélaginu Afturelding, Ungmennafélagið Afturelding og þetta að koma hérna eins og í sínu lýðheilsuhlutverkum eða hvað. Og þess vegna var vinnan við þessa skýrslu unnin þannig að það voru tveir megin viðmælendur sem að ráðgjafarnir áttu í samskiptum við. Og fyrsta lagi Ungmennafélagið Afturelding og það var gert eins og ég lýsti áðan að
Það var þá undir handleiðslu aðalstjórnarinnar af formanns og framkvæmdastjóra sem að samskiptin þá voru við deildirnar það að skila ráðgjöfunum tilteknum upplýsingum, þarfagreiningu og slíku hvað varðaði einstaka deildir félagsins. Og síðan það stjórnendur íþróttamiðstöðvarinnar sem eru þá að þjónusta skólana sem sem nota íþróttamiðstöðina og sem betur fyrir gengur þetta mjög vel saman því að eins og þið vitið þá eru skólarnir að nota íþróttamiðstöðina frá 8 mótana til cirka 2-3 á daginn og svo tekur afturölding við og þess vegna var horft til þeirra þarfa að sjálfsögðu líka við þessa tilteknu þarfagreiningu og þessa tilteknu framtíðarsýn. Þannig að Varmárskóli aldrei undan skilinn í þessari vinnu og ekki heldur varðar það aðra notendur eins og Helgafellsskóla og Lágafellsskóla hvað varðar nýtinguna mannvirkjum eftir slíkum. Og þegar ég horfi á segja þetta það sé að horfa á allt svæði þá mann að horfa til að mynda hvað varðar bílastæðamál og slíkt þá mann að horfa á alla þá resursa sem það hafa og ég taldi það upp hér áður að gera það hér aftur. Og það líka verið að horfa til Tungubakka því leytinu til að menn vita að því tiltekna íþróttasvæði og vita þeirri tilteknu æfingaaðstöðu sem að eins og ég lýsti á það mjög góð á þeim árstíma sem hægt að nota hana. Og þá engin skortur á aðstöðu fyrir knattspyrnu á þeim mánuðum sem svo Það eru hinir mánuðirnir sem að ekki hægt að nota náttúrulega grasið sem að kannski vandamálið eða verkefnið og þess vegna talað það að setja gervigras á aðalvöllinn á þessu til þess að þeim fermetrum fjölgi sem hægt að nota þá allan ársins hring og sérstaklega þá á þeim tímum sem að náttúrugrasi ekki hægt að nota það. Þá minnkar náttúrulega líka náttúrugrasið á aðalvöllum á móti en það líka reynslan að fellið fjölnota íþróttahús okkar ekkert voðalega mikið notað yfir hásumarið. Þá vill fólk vera úti og nota náttúrugrasið og Tungubökkum og slíka aðstöðu eða bara gervigrasið sem þarna núna. Þannig að þetta snýst það að búa til heilsársaðstöðu sem best á hverjum tíma í það. Þannig að auðvitað vera að horfa á þetta með ýmsum gleraugum, ekki bara út frá einhverju landamæralínum, Þannig að en íþróttasvæði Varmársvæðið aðal íþróttasvæði Aftureldingar og það var bara verkefni. Það var ekki verið að skoða hestamannafélagið eða skátana eða golfklúbbinn eða björgunarsveitina eða eitthvað slíkt. Það var Afturelding og íþróttaiðkun Aftureldingar og Varmársvæðið sem þeirra svæði sem var lág til grundvallar. Og þegar líka var verið að horfa til eins og til dæmis íþróttasalana virðist ekki vera einn skortur á því. Það var líka viss ráðgjafarnir, það líka íþróttasalur í Lágafelli sem nýttur einhverju leyti fyrir eina íþróttagrein hefur gert fyrir Aftureldingu. Þannig að vitamenn og eru þá að horfa til þess. Nú, hvað var það næstu skrefin? Það bara eins og hver annað verkefni sem að bærinn ákveður að fara í. Ef það verður tekin ákvörðun það að fara í það að byggja þetta þjónustu og aðstöðubygging, hvað er það nýja nafnið? Þá þarf að greina það bara á sama hátt til að mynda svo þegar ákveða að byggja Helgafellsskóla, þá þarf að greina það verkefni. Það gera kjörnir fulltrúar ekki með allir virðingu fyrir þeim. Það verður að vera bara hlutverk okkar embættismanna og okkar sérfræðinga okkar ráðgjafa að fara yfir það og koma síðan með tillögur hvernig það skuli tekið til ákvörðunar eða hvað ákvarðanir teknar. Og það svo vinna sem fer þá á stað. Núna hefur bæjarráð óskað eftir því bara til þess að flýta fyrir þessu verkefni
að gera nánara kostnaðarmat á þeim atriðum, þeim verkefnum sem að þessi skýrsla talar Þannig kannski stærstu verkefni eru þessi þjónustu og aðstöðubygging. Það það að setja gervigras á aðalvöllinn og það að byggja stúku með eða án búningsklefa. Það eru stærstu einstöku verkefnin. Þetta bara í skýrslunni bara gróft kostnaðarmat á því og það er okkar sérfræðingar sem munu þá og það er búið að taka þá ákvörðun af bæjarráði sem var vonandi staðfest í bæjarstjórn eftir að okkar embættismönnum og sérfræðingunum falið þetta verkefni. Og því fylgir náttúrulega til að mynda varðandi þjónustu aðstöðubygging og fara yfir þá hönnun sem það liggur fyrir og koma með þá einhverja athugasemdir ef einhverjur eru, sem getur vel verið að séu og efast ekki að séu, það hverju þurfa að breyta í þeirri hönnun sem eru og það er síðan kjörnir fulltrúar sem að taka ákvörðun hvort að það skuli gert eða ekki. Þannig að þetta bara nákvæmlega þeim farvegi sem að svona mál eiga að vera í mínum huga. Og hafa reynst okkur vel í gegnum tíðina. Við höfum byggt upp alveg fjölmörg mannvirki á undanfarandi árum og áratugum, gengið vel með utanumhald þau hefur gengið eftir, kostnaðaráætlanir yfirleitt staðist og við skulum bara halda því fyrirkomulagi sem við höfum komið á og hefur reynst okkur vel hérna í okkar bæjarfélagi með þessi mannvirki sem önnur og ég fagna því að það sé búið að setja þetta í þennan farveg. Jæja, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er búið að vera löng og góð umræða og henni er lokið. Það er enginn að mælaskrá þannig að við tölum ekki meir þetta mál á þessu fundi og hafa verið rædd 3 mál, mál nr. 2 og mál nr. 3 og mál nr. 6 á þessum bæjarráðsfundi frá 11. mars. Orðið er laust eitthvert af hinum málunum. Það verið óskað eftir sérstakri atkvæðagreiðslu mál nr. 2.5, það er rétt ábending á bæjarfulltrúa. Þetta er þessi fundargerð nr. 2 eftir við tókum málum með afbrigðum í upphafi fundarins. 2.5. Óskaði sérstaklega atkvæðagreiðslu það og það gerum við á eftir en það er engin Kolbrún Þorsteinsdóttir og reyndar Lovísa Jónsdóttir líka bæjarfulltrúar hafa beðið orðið. Við höldum það áfram og Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Takk forseti, mér langaði bara að nefna aðeins mál númer 7 í dagskrá bæjarráðs. Það sem stendur Mosfellsbær nýr grunnskóli fyrir 7. til 10. bekk nafnasamkeppni. Þar sem bæjarráð samþykkti með öllum greiddum atkvæðum að yngri deildin muni áfram bera nafnið Varmárskóli og þá náttúrulega þarf að finna nýtt nafn á eldri deildina eða eldri deildina og mér langar bara svona að nefna þetta hér og auglýsingin nafnasamkeppni er farin í loftið og það er búið að skipa hópa til að taka við tilnefningum og finna bestu niðurstöðuna. Þannig að mér finnst þetta bara að vera tímamót hjá okkur og þess vert að nefna þetta hér í bæjarstjórn og það má kannski segja það líka að eins og áður að þá er það Bjarki Bjarnason sjálfur forseti bæjarstjórnar sem situr þar í þeirri dómnefnd og Anna Sigríður Guðnadóttir frá Samfylkingunni með honum. Það hefur virðist vera mjög gott svona dómaratvíeyki, reynst okkur vel og síðan er það Birgir D. Sveinsson, okkar gamli skólastjóri og miklu skólamaður sem er fulltrúi samfélagsins og síðan eru fulltrúi kennara og einn fulltrúi nemenda. Og ég hef heyrt að það er mikil eftirvænting og mikill áhugi á því að finna gott nafn á þennan góða skóla. Þannig að mér finnst þetta vera svona, já, þetta eru tíðindi. Þannig að mér finnst það bara svona, við þurfum að vonandi bara finnst nafn á skólan og nú treysti ég vel á okkar reynda fólki í þessum málum að maður finna gott nafn á skólan og sem flestir eru ánægðir með og að því að nú munu örugglega berast margar tilkynningar og ég veit að skólafólkið er mjög spennt og kennarar og starfsfólk Varmárskóla er mjög áhugasamt þessa nafnasamkeppni og þannig að þetta verður áhugavert og ég held að megi berast tilkynningar fram til 27. mars. Þannig að þeir sem vilja senda inn tilkynningar þá geta það gert það ennþá.
En það var það sem ég vildi nefna varðandi Varmárskólann okkar. Takk fyrir. Já, það sést rennur frestur út á næstkomandi laugardag, eins og bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi. En það verður engin beðið frekar orðið þetta mál, það er það fullrætt. En bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir hefur beðið orðið mál sem heitir núna 2.8 og það hefur hér þann titil fyrirsögn í fundarboði ráðning skólastjóra Varmárskóla 2021. Gjörðu svo vel, Lovísa. Takk fyrir. Ég tek eftir því að það er verið að auglýsa eins og vera ber stöðu skólastjóra Varmárskóla 1. til 7. bekk, sem sagt yngra stigið, enda núverandi skólastjóri tímabundinn ráðinn í stöðuna. Hins vegar vekur þetta upp þá spurningu í ljósi þeirra breytinga sem er verið að gera, hvort að okkur ber ekki líka skylda til þess að auglýsa stöðu skólastjóra eldri deildar, bara lögum samkvæmt, því að nú er það ný stofnun. Þannig að mig langaði að vita hvort að þessi komin einhver umræða af stað það, hvernig það stendur. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, það er rétt að þú fáir orðið núna, en ertu búin að biðja það, gjörðu svo vel. Já, forseti, það var athugað sérstaklega og það hefði alveg verið velkomið að veita þær upplýsingar fyrir þennan fund til bæjarfulltrúans ef hún óskað eftir því. Svona, kannski ekki alveg auðvelt að ræða svona mál sem varða einstaklinga og sérstakar ráðningar einstaklinga á opnum bæjarstjórnarfundi, en því til að svara svo sem almennt að þvert á móti sko, þá er það niðurstaða okkar lögmanna að það að auglýsa stöðuna þá stöðu þar að segja hefði kallað á það hefði þetta að segja viðkomandi skólastjóri upp störfum og eða leggja stöðuna niður. Það bæði kjarasamningar og aðrar lagastoðir eru með þeim hætti að þessi staða er frátekin. Já, þetta mál er fullrætt núna, orðið laust og já, Lovísa, þú ætlar að ræða þetta mál? Ég ætla að svara það fór ekki hérna til þín alveg ríkt á eftir. Ég ætla nú bara, takk, ég ætla nú bara að taka það fram sko að ég var að tala almennt vegna þess að nú erum við að gera þarna breytingar og minnst bara í góðu lagi að við í bæjarstjórninu sem tókum þessa ákvörðun ræðum það ekki einstakling og sko þetta verður ekkert með einstaklingi þarna sem er í þessu starfi núna heldur hefði viðkomandi sennilega haft yfirburðastöðu til þess að fá stöðuna væri hún auglýst en það sem að ég var bara að hugsa það að við tökum þarna ákvörðun sem bæjarstjórn að splitta upp þessum 2 skólum. Annar þeirra á að fá nýtt nafn, ný kennitala, ný stofnun. Þannig að mér finnst alltaf í lagi að við sem heild í bæjarstjórn getum velt fyrir okkur svona hlutum. Þennan formlega vinkil á þeirri ákvörðun sem við tókum. Þannig að ég frábið mér svona útskýringar á því hvað ég hefði geta gert. Ef ég vel að spyrja spurninga hér, þá er ég í fullum rétti til þess að það þarf ekki að útskýra fyrir mér hvort ég hefði geta gert það á einhverjum öðrum vettvangi. En þakka samt fyrir. Mér finnst þetta bara þess eðlis að við þurfum öll að vera upplýst það að það hefur kannski verið einhverjar hliðarverkanir af ákvörðunum sem við tókum og hvort þessi búið að skoða þær og það bæjarstjóri búinn að svara því, hann segir að þau séu búin að skoða þetta, þannig að hann þarf ekki að svara mér því aftur en ég vildi bara útskýra betur af hvaða grunni mín fyrirspurn var sprottin. Takk fyrir. Já, þá eru tveir bæjarfulltrúar mæðurskrá þetta mál, gerir ég ráð fyrir. Ásgeir Sveinsson, þú ert næstur. Já, takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Mál 2.8 ráðning skólastjóra Varmárskóla 2021 sem var að dagskrá bæjarráðs. Þar var þetta mál rætt á lokuðum fundi bæjarráðs og ég vil eiginlega taka undir það að mér finnst
svona frekar grátt svæði að vera að ræða þetta á opnum fundi þegar maður er að ræða svona ráðningarmál einstaklinga. En aðeins líka í sambandi við þetta, þetta var rætt á lokuðum fundi í bæjarráðs. Ég geri mig grein fyrir því eins og margoft hefur komið fram, bæði Anna Sigríður hefur minnt okkur á það þegar hún var ekki í bæjarráði og eins og Lovísa nokkur sinnum þar sem hún situr ekki í bæjarráði núna. Ég veit ekki betur en að þeir bæjarfulltrúar sem eru ekki í bæjarráði, þeir fái greitt sérstaklega fyrir það að kynna sér öll mál til hlítar sem eru í bæjarráði til þess að vera inn í málum. Og það er einhver misskilningur í gangi með þetta vegna þess að það virðist eins og þetta sé eitthvað ekki alveg að hreinu vegna þess að það er hluti af samkomulaginu milli meirihluta og minnihluta þar sem að það er ekki allir í bæjarráði að greiða sérstaklega fyrir það að fólk kynni sér með því þá að hafa samband við embættismenn eða aðra til þess að kynna sér málin þannig að það kom ekki upp svona, getur verið svona viðkvæm mál á opnum bæjarstjórnarfundi eins og mér finnst þetta að vera. Ég vildi bara svona koma þess að og sjá hvort að þetta ekki bara aðeins að minna á þetta. Takk fyrir. Já, þetta mál er fullrætt á þessum fundi, mál 2.8. En það er orðið laust, áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Það biður enginn orðið. Jú, ég vil ítreka það að setja ekki inn athugasemdir efnislega umræðu, efnislega máli sem er að ræða, en það er beðið orðið fundarstjórn forseta. Það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég ætla bara aðeins að ræða hérna þegar verið að fjalla ákveðin mál sem er á dagskrá. Að þá koma hérna upp fulltrúar meirihlutans og vanda fyrir öðrum bæjarfulltrúum. Já, ég vil biðja að beina sjónum að fundarstjórnin sem slíkri. Ef ég kemst að, forseti, þá ætla ég að gera það. Þú er orðið. Ég vona það. Þá er ég að benda á það að forseti getur svo sem bent á það, bæði sem eru með langlókur hérna, að stytta mál sitt, lengja fundi, ef ekki að ræða fundarhlé sílöng og truflandi fundi sem að þörf á, þá eru langlókur og þá væri ráð að skoða að stytta það mál þessara bæjarfulltrúa en sjálfsagt að fá upplýsingar en svo þegar kemur að vera að biðja upplýsingar þá vilja þeir skammta þetta og mér finnst þetta ekki henta og ekki við þeim. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar beint og fær orðið fundarstjórn forseta þá vil ég að þú talir þá beint eitthvað sem forseti var að stýra fundi ekki rétt eða bara ekki almennt fundarstjórn forseta, heldur bara eitthvað sem var að gerast rétt áðan. Þannig snýst þetta málfrelsi sem að taka til máls sem fundarstjórn forseta. Forseti, aðeins varðandi þetta atriði vegna þessu spyrð. Þá var ég að gera athugasemd við fundarstjórn forseta hvað hann gerir ekki. Já, herðu, þetta er hérna komið núna. Þá lítur forseti svo á að við getum farið að greiða atkvæði þessa fyrstu fundargerð sem er hér tekin til atkvæðagreiðslu. Það hefur verið beðið að greiða sérstaklega atkvæði 5. mál. Og það sé á hreinu þá ætlum ég nú að lesa titilinn á því, hann er dálítið langur. Hann er svona, tilnefning í ráðgjafahóp áfanga- og markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið. Og niðurstaðan var efnislega sú hjá bæjarráði að samþykkja með 3 atkvæðum að tilnefna fulltrúa Mosfellsbæjar í stýrishóp á hálfu Mosfellsbæjar. Þetta snerist niðurstaðan og við erum nú verið að greiða atkvæði niðurstöðu bæjarráðs í þessu eina máli. Þannig að nú hefst atkvæðagreiðslan það og það er þá bara já eða nei. Þessi staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessu eina máli eru bennir að jánka því með jái. Og ætla að biðja ritarum að vera tilbúin með talningavélinni.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vantar ekki 1 atkvæði frá einu bæjarfulltrúa. Vantar ekki þitt, forseti? Það skyldi þó ekki vera. Nei, nú sendi ég ekki alveg rétt. Ég held ég hafi sendt privately hérna. Já. Það ekki verið. Nei, það er á alla hérna, svo þér Lárusen. Það? Já, ok, ég greiti það aftur. Arnar með þetta á hreinu. Ég held að ég sé ekki búin að greiða hvað ég þarf aðeins að fara hérna í tæknina og taka þetta everyone, eins og það heitir. Nú er það komið. Og það er, já, það er allir búin að greiða atkvæði, það er að segja að það er hjáseta hjá einu bæjarfulltrúa, það er samþykkt með 8 atkvæðum og 1 situr hjá. Þetta eina mál. Þá er þessi fundargerð frá, eins og maður segir, og við förum beint í hérna 18. márs fundargerðina. Forseti, fyrirgefðu að ég grípi fram í fyrir þig og ég vona að ég fá ekki miklar ávítur fyrir það. Nú skal ég vanda mig að tala mjög skýrt svo að fólk miskilji heldur ekki hvaða orð ég segi hér og fara að hafa röng orð eftir mér á eftir. En ég lenti í því sama einhverjir aðrir, ég var að senda einhverjum félaga mínum atkvæðið mitt, en núna er ég búin að senda það á alla og skrifa þarna nei, mitt vantaði, ég segi já. Já, þetta, ég sagði já. Þetta er farið fram hjá forseta og hérna, ég tek það ekki persónulega. Nei, ég sagði líka já, en ég sendi það á bæjarfulltrúa Lovísu. Þannig að, en þetta komið alveg núna, er það ekki alveg rétt núna? Ef maður forseti fyrirgefur það á eftir að greiða atkvæði alla fundargerðina. Jú, það er bara að ræða þetta eina mál. Það er sem sagt 8 já og 1 situr hjá. Já, það er fundargerðin í heild sinni, nema mál númer 5 og þessi staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í einstökum málum eru beðnir að segja já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Það er einn bæjarfulltrúi greinilega dottinn út af fundi, forseti. Sennilega tæknilegir örðuleikar, þú bara áttar þig. Einn bæjarfulltrúin dottinn út. Sennilega ekki viljandi. Kolla er ekki inni. Nei, það er alveg rétt, já. Það er alveg rétt. Það vantar einn bæjarfulltrúi hérna. Já. Það er óbilegt, ég legg til að við gerum örstutt hlé meðan ég má sé að detta inn aftur núna bara. Núna. Skulum gera örstutt hlé. Það stendur atkvæðagreiðsla. Skilaboð frá henni, hún var að koma sér inn aftur. Hvað segirðu? Ég var að fá skilaboð frá Kolbrúnu og hún hefði dottið út og var að koma sér inn aftur. Já. Það er kannski allir að gera hlé á meðan, ekki? Gerum smá hlé. Það er fundarhlé. Hún er komin. Já, kom hún inn. Já, hún er að koma að þetta. Hún er að tengjast eins og það heitir hérna og þá... Afsakið, ég var bara hent út. Já. Málafoss með fossinn í baksýn. Já. Það er hvað fossinn er. Þeim fannst þetta bara gott hérna. Jæja, heyrðu, en þá hérna skulum við fara í atkvæðagreiðslan aftur. Það er sem sagt öll málin nema 5. mál. Þessi staðfesta niðurstöðu bæjarráðs frá 11. mars í einstökum málum nema 5. máli eru beðnir að greiða atkvæði. Það var náttúrulega allir búin að greiða atkvæði nema þú, Kolbrún. Þannig að það er raun og veru, ég held að við þurfum ekki að fara nánar í þetta. Það vantaði atkvæði frá þér. Já, það er komið. Það er komið og hérna, þetta er ritari telur núna, svo þetta sé nátt pottið. Ég held að sé 9-0.
9-0 ritari staðfestir það og þá hérna komið að seinni fundargerð bæjarráðs haldin viku síðar, 50. 18. mars síðastliðinn. Það var fundur í bæjarráði númer 1481 og ég gef orðið laust. Þannig voru 10 mál á dagskrá. Ég ætla nú ekki að segja já, ég ætla að biðja orðið, smá tæknilega forseta. Já, forseti ætlar að taka til máls eitt mál sem var númer 6 og það að lesa það upp hérna, það frumvarp, eitt af frumvarpum sem kom hérna til eins og gerir svo ofta, það voru mörg frumvarp á þessum fundi. Þetta var frumvarp til laga brottfall laga, kristnisjóð og fleira, beiðni umsögn. Við þekkjum alltaf þetta að við fáum að senda ýmis hérna frumvarp, þetta snýst nú það að leggja niður þau lög sem eru nú komin til ára sinna það að sveitarfélögum sé skylt að útvega trúfélögum lóðir. Þetta hefur töluvert verið í umræðinni og það engin umsókn frá bænum, auðvitað öllum frjálst að gefa umsagnir einstaklingum og öðrum. En það sem ég langar aðeins að segja er svona aðeins málatilbúnur í þessum frumvarpi örstutt. Ef ég fer beint í lokaorðin hjá flutningsmönnum, þingmönnum nokkrum, þá stendur þar trú- og lífsskoðunarfélög í eðli sínu umdeild. Þetta hnaut ég þegar ég var að lesa þetta. Mér finnst þarna sérstök svona, hvað að segja, viðhorf til trúfélaga að það sé eðli trúfélaga að vera umdeild. Í mínum huga það ekki eðli trúfélaga, ekki frekar en eðli stjórnmálaflokkara eða íþróttafélaga. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess að það getur vel verið að þessi lög séu komið til ára sinna, en tónninn að sumu leyti í þessu frumvarpi þannig að viðhorfið svolítið sérstætt. Það er líka talað að helgidómar helgidómar einstakra trúfélaga séu tilbeiðsluhús. Ég vil bara árétta það að hjá mörgum það tilbeiðsluhús, hjá mörgum öðrum það ekki tilbeiðsluhús og hjá flestum þetta margt annað en tilbeiðsluhús. Bara félagslegt félagsheimili, skulum við segja, tákn fyrir bæjarfélög eins og Akureyri og Reykjavík og í Mosfellsbæ. Elsta húsi í Mosfellsbæ kirkja til dæmis og það söguleg hefðin í kirkjum og öðrum helgidómum það löng að það mikill einfaldleiki að kalla þetta tilbeiðsluhús. Og þarna fara margir til þess að hlusta á tónlist og hvað sem hún hafi með trú að gera eða ekki. Ég vildi nú koma þessu að hér. Og það enginn beðið orðið þarna en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur beðið orðið annað mál hér sem á dagskrá. Ég hef nú áhuga þetta mál líka aðeins stutt. Viltu tala þetta mál? Já, þú hefur orðið þá hérna. Já, gott og vel, við skulum taka það og klára það. Þriðja mál, nei, fyrirgefðu, þú segir að þú ætlar að tala málnúmer, mál sem forseti var að ræða, það var númer 6. Það það sem átt að 3-6. Það það sem þú vilt ræða? Forseti, ég vil ræða það sem þú varst að ljúka við og svo framhald á því hitt ef það í lagi. Já, ég bara benda á að það sem stendur hjá þér ekki alveg rétt tala. Það 3-6, það breytir ekki allu. Þá hefur þú orðið Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi þetta sem forseti sem var að ræða áðan. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég var líka að biðja hitt orðið en nú ætla ég með leyfi forseti að tala lið númer 3-6 frumvarp til laga brottfall laga kristnisjóð og fleira. Ég bara vil taka undir með forseta og fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þetta. Þetta mjög ankannalegt frumvarp og þetta orðalag mjög óheppilegt svo til vægt sé orða tekið.
En annað ætla ég nú ekki að segja þetta, en það væri bara spurning hvort að einhverjir gætu þá brugðið sér í það að senda umsögn um þetta á öðrum vettvangi en hér, en þetta er rétt hjá, og ég samþykki, eða hvað ég að segja, ég tek undir orð fulltrúa Vinstri grænna. Það er annar bæjarfulltrúi beðið orðið 3.6 og það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég sagði það í bæjarráði þegar forseti fjallaði þetta þar að ég tæki undir hvert orð hans í þessu efni og ég geri það aftur hérna. Svo mörg voru þau orð. Takk. Fleiri hafa ekki beðið orðið 3.6 en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú varst búinn að biðja orðið áðan annað mál, var það ekki 3.2? Samkvæmt því sem stendur hérna á spjallinu. Ég sló vitlaust inn þar, það er orðið 3.3 fyrir hér. 3.3, já. Það heitir hér viðauki samkomulag fjórða áfanga Helgafellsgarðs. Þú er orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir þetta. Í þessu skjali sem fylgir þarna meðal annars með verið að tala að það verið að fjölga þarna íbúðum úr 188 og 198 10. Og það hafa ítarlega verið rætt í meðförum bæjarins að þarna farið að ansi að þétta byggð og þarna verið að bæta við 10 íbúðum. En bara í ljósi þess þá vil ég aðeins, þó maður sé vonandi ekki að ergja nokkuð með fyrirspurn til framkvæmdastjóra bæjarins, þá er spurningin svo til hans að hvað veldur því að þetta samkomulag hafi komið til? Eru verið að sameina íbúðir? Er þetta ekki breyting á fermetrafjölda og svo framvegis? Þannig að ég þykir og formaður skipulagsnefndar bæjarins mætti einnig tjá sig þetta. En þarna erum við að sjá að þarna kallar að þetta örugglega fleiri bílastæði og annað slíkt. Já, Haraldur Sverrisson, þú er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Haraldur. Haraldur, þú ert næstur á mælendaskrá. Afsakið, ég var gleymd að setja hljóðið á, fyrst afsökunar, forseti. Ég var að segja það að það fylgir reyndar þessu máli, það er að segja þessu samkomulagi þessum viðauka sem að bæjarráð heimilaði að fól bæjarstjóra að skrifa undir minnisblað frá bæjarstjóra og bæjarlögmanni þar sem að farið yfir það með hvað okkur þetta samkomulag er gert og ástæðan er svo að við skipulag fjórða áfanga var í raun og veru skilið eftir ákveðin spilda sem heitir Hólabak eða húsið sem á því stóð hét Hólabak og sem er hluti af fjórða áfanga Helgafellshverfis samkvæmt rammaskipulagi þess sem og aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Það er að segja að sú spilda er hluti af þeim byggingarreit sem að Helgafellslandinu og líka samkvæmt rammaskipulaginu. Það var hins vegar ekki hægt að ljúka þeirri skipulagsvinnu þegar þeim orðaði þannig, þegar að fjórði áfangaskipulagið var lagt fram til samþykktar í skipulagsnefnd og síðan bæjarstjórn vegna þess að það hefði ekki náðst samkomulag við þá eigendur þess lands það. Það er að segja þeir voru ekki þátttakendur í þeirri vinnu. Og þeir aðilar sem að eiga byggingarréttinn í fjórða áfanga Helgafellshverfis, þeir vissu að því og hafa síðan þá náð samkomulagi við þessa eigendur kaup á þessu landi
sem hluti af skipulagi fjórða áfanga og þess vegna kemur þessi viðauki inn og jafnframt hefur verið ræddur held ég örugglega í skipulagsnefnd kynnt þá breyting á deiliskipulagi fjórða áfangan þar sem að þessi spilda tekin inn í það skipulag og vegna stækkunar reitsins þá fjölgar íbúðum og samkomulag gengur út á það að Bakki afsali síðan Mosfellsbæ þessari lóð hvað á veðbandalaust líkt á öðrum lóðum sem að eigandi sem að hafa verið í einkaeign í Helgafellshverfi en Bakki fái heimild til að byggja 10 nýjar íbúðareiningar og sama hátt og samkomulag aðalsamkomulag fjórða áfanga taki Bakki að sér að sjá allar gatnagerð og það sem því tilheyrir og að Bakki muni greiða Mosfellsbæ byggingarrétt vegna þessara 10 nýju íbúða, það sé 1250.000 á hverja íbúð, samtals 12,5 milljón. Þannig að og að Bakki greiði alla þá skipulagsvinnu sem af þessu lýst og svo vísaði í ákvæði aðalsamkomulagsins. Þannig að þetta einfaldlega þannig, það að stækka eða það verið að ljúka skipulagsgerð á þessu fjórða áfanga með því að taka þetta Hólabakslandinn. Það hefði verið ágætt það hefði verið gerst strax en það var bara því mér ekki hægt vegna þess að það náðist ekki það samkomulag við þáverandi eigendur. En gott að þessu lokið og þá fjölgar íbúðum í þessum áfanga enda stækkar landið 10. Já, ekki rétt, Sveinn Óskar, þú varst að biðja orðið aftur, svo Já. Ekki rétt, já, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Já, þakka þér fyrir forseti. Ég vil þakka framkvæmdastjóra bæjarins fyrir að reifa þetta og þetta rétt, það fjallað þetta í minnisblöðum og gögnum sem fylgja málinu og þetta var góð skýring á þessu máli og ég átta mig þarna á að þetta hefur verið erfitt að koma þessu inn í skipulag á fyrri stigum. En næsta spurningin kannski miðað við þessa fjölgun og þessa landspildu sem bætist við. Hvaða nýtingarhlutfall erum að tala sem að geri það verkum að þetta fer í 10 auka íbúðir á svæðinu? Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Ég nú ekki með það í kollinum hvert nýtingarhlutfallið Þetta náttúrulega gert ráð fyrir sérbýlishús og lóðum á þessari spildu. Ég myndi nú giska á það að miða við það landsvæði sem að bætist við og það íbúa fjölda sem bætist við einnig að þá var nýtingarhlutfallið minna heldur en á núgildandi skipulagi vegna þess að við erum að tala dreifðari byggð en ég er svo sem ekki með það í kollinum og hef svo sem kannski heldur ekki reiknað út eða spurt að því. En svona bara tilfinning mín segir það gæti verið þannig. Ég veit ekki hvort að formaður skipulagsnefndar og bæjarfulltrúi Ásgeir veit eitthvað frekar það. Já, Ásgeir Sveinsson hefur einmitt beðið orðið þetta mál. Gjörðu svo vel, Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúa. Nei, ég því miður ekki með hver heildarbreytingin á nýtingarhlutfallinu á áfangunum en það svona miðað við svona tilfinninguna þá held ég að það getur verið rétt hjá bæjarstjóra að hún verði örlítið minni heldur en var fyrir. En varðandi skipulagslega þáttinn í þessu þá var það tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar síðastliðinn föstudag og það sem var samþykkt að auglýsa tillöguna að deiliskipulagsbreytingu og hún þá sem sagt í auglýsingu núna og þá hægt að gera athugasemdir eins og við aðra deiliskipulagsbreytingar sem eru samþykktar. Takk fyrir. Já, þetta mál tekið út á dagskrá núna, það fullrætt að segja þessu fundi. Orðið hins vegar ennþá laust, það búið að ræða 2 mál en þarna voru 10 mál. Við fólk hafa beðið orðið hérna á spjallinni ef einhverju vill ræða eitthvað. Svo virðist ekki vera.
Og þá lítur forseti svo á að, þarna kom nafn bæjarfulltrúa. Það Stefán Ómar Jónsson sem að vill ræða mál nr. 2 á dagskránni, hlégarður framtíðarsýn í framkvæmd. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og virðulegu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það var nú kannski bara aðalega í kringum þetta, nafngiftina á þessu hlégarður, okkur þykir öllum vænt hlégarð og þetta í mínum huga náttúrulega ekki beint framtíðarsýn í þessu, þetta viðhaldsverkefni sem verið að fara í þarna. Það var búið að laga hlégarða utan fyrir nokkrum síðan og það var komið að því að það þurfti að gera hlégarði til góða að innan og þetta náttúrulega fyrst og fremst það. En af hverju þetta heitir hlégarður framtíðarsýn nýframkvæmd, viðhaldi auðvitað nýframkvæmd en ég veit ekki, ég hef aldrei heyrt talað viðhalda húsið sem einhverja framtíðarsýn. En hins vegar, eins og allir muna, þá fluttu við vinir Mosfellsbæjar virkilega framtíðarsýn fyrir hlégarð og hlégarðssvæðið á sínum tíma. Ég ætla ekkert að fara út í það núna, en það með réttu framtíðarsýn. En viðhald að það sé með orðinu framtíðarsýn, það svona svolítið framandi í mínum huga. Og það var nú bara þetta forseti sem ég vildi svona aðeins bara ympra á. Takk fyrir það. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þetta mál, hlégarður framtíðarsýn í framkvæmd. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, ég reyndar hélt að þetta var búið að ræða þetta, en fyrst að forseti heimilaði að ræða þetta eftir, þá ætla ég að gera það. Nei, það var ekki búið að ræða þetta mál. Nú, ok, þá var það bara misskilningur í mér. Fannst það, já, nei, fyrir ekki, þú varst að ræða kristnisjóð, já, ég ruglaði saman. Því á ekki að rugla saman. En heyrðu, bara aðeins þetta, ég reyndar bara ekki sammála bæjarfulltrúa Stefán Ómari þetta. Þetta nákvæmlega framtíðarsýn og þær framkvæmdir sem þarna verið að vinna, sem eru viðhaldsframkvæmdir eða endurgerð, vegna þeirra framtíðarsýnar sem búið að samþykkja hlégarð. Og þess vegna þetta undir því verkefni, það búið að vinna heilmikla vinnu, stefnumótunarvinnu, fara í gegnum þarfagreiningu varðandi hlégarð á grundvelli hennar og þess vegna þetta mál þarna því að þetta afleiðing eða framkvæmd þeirra framtíðarsýnar sem að búið að samþykkja hlégarð. Þannig að ég finnst þetta nú vera alveg í réttri röð alls saman. Það enginn að mæla núna. Hinn í skoðuninni, ég bara ekki sammála henni. Já, og forseti lítur svo á að í bæjarfulltrúar séu tilbúnir að greiða atkvæði um fundargerð. Við greiðum atkvæði en í heild sinni eins og einstök mál bera með sér. Þessum staðfesta það eru bennir að janka því hérna inn á spjallinu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Það eru 9-0. Þá var þessi fundargerð afgreidd og við förum bara beint í næsta vers, eða svo má segja. Það eru 3 fundargerðir frá nefndum eins og ég gat í upphafi. Það fjölskyldunefnd fyrst. Árladags 16. mars síðastliðinn fundaði fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar í Helgafelli þar sem forseti situr hérna einn síns liðs eins og nú ástatt og ég gef orðið laust og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Mig langaði að ræða hér mál númer 42, ársskýrslu fjölskyldusviðs. Mig langar með leyfi forseta að grípa hér í ávarp í skýrslunni, ávarp framkvæmdastjóra. Með leyfi forseta. Bara til kynningar fyrir þá okkur og okkar
íbúa, en hér í skýrslunni ávarp framkvæmdastjóra árið 2000 var merkilegt fyrir marga hluta sakir. Fyrir okkur hafa veikindi, sóttkví, einangrun, samdráttur, samkomubönn, efnahagsþrengingar og fátt eitt sé nefnt einkennt þetta ár. Þjónusta fjölskyldusvið Mosbæjar hefur svo sannarlega þurft að taka mið af þessu faraldri með ýmsum breytingum, nýjum leiðum að markmiðum, jákvæðni og framsækni hugsun. Árið 2020 var einnig að öðru leyti stórt fyrir fjölskyldusvið en á árinu þá lét Unnur V. Ingólfsdóttir að störfum sem framkvæmdastjóri sviðsins en hún hafði gegnt starfinu í 33 farsæl ár. Þann 1. október tók undirrituð við starfi Unnar sem og því góða búi sem hún hafði byggt upp. Nýju fólki fylgja þó alltaf einhverjar breytingar og samhliða framkvæmdastjóra skiptunum gekk fjölskyldusvið síðasta skrefið í þeim skipulagsbreytingum sem höfðu verið í farvatninu síðastliðið ár á undan. Undir lok árs var því búið að aðgreina tvenns konar þjónustu innan sviðsins með því að ráða einn stjórnanda félagsþjónustu sem sinnir málefnum aldraðra, fatlaðs fólks og almenni félagsráðgjöf. Sú staða gerir það að verkum að 2 af þeim 4 félagsráðgjöfum sem starfa hjá fjölskyldusviði sinna nú eingöngu málefnum barnaverndar og undir stjórnanda barnaverndar og hinir 2 tilheyra félagsþjónustu. Mikið gleðiefni á árinu var að stefna í málefnum eldri borgara var útgefin en búið var að vinna þá stefnu í miklu samstarfi við íbúa, hagsmunaaðila, starfsmenn Mosbæjar og kjörnarfulltrúa. Stefnan aðgengileg á heimasíðu Mosbæjar. Á svipuðum nótum má nefna að fyrstu skref voru stigin á árinu í að móta stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og það var gert í september með opnum rafrænum íbúafundi sem var vel sóttur. Slíkar stefnur mikilvægar sem stjórntæki fyrir stjórnsýsluna til að fylgja eftir þeim áherslum sem íbúar Mosbæjar og aðrir sem málefni snertir telja að leggja þurfi áherslu á uppbyggingu á okkar góða samfélagi. Þessi ársskýrsla sett fram til að veita innsýn í þau verkefni sem fjölskyldusvið hefur unnið á árinu 2020 og hægt að skoða þau með samanburði við síðastliðin 3 ár. Og hér kemur svo undirrituð við færa allir starfsfólki fjölskyldusviðs, bestu þakkir fólki sem starfar innan bæjarskrifstofunnar sem og utan hennar. Og þetta ári hefur reynt mikið á störf starfsmanna sviðsins og ekki síst þeirra sem hafa sinnt beinni þjónustu notendur, þar sem oft hefur þurft að sýna mikinn sveigjanleika og hugmyndarauðgi til að veita þjónustunum með sem minnstu raski. Og fyrir þetta kvittar Sigurbjörg Fjölnisdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs. Mér langaði svo við þetta bæta að varðandi þessa ársskýrslu að þetta ákveðin yfirferð hér í þessu ávarpi framkvæmdastjóra. Það kemur ýmislegt markvert fram sem átti sér stað á árinu, svo sem að COVID ástandið, eins og við vitum öll, einkenndi allt starfið. Unnur okkar lék af störfum og skipuritinu var síðan breytt og það var farið strax í að vinna eftir nýju skipuriti. Stefna í málefnum eldri borgara var gefin út og svo, eins og ég nefndi áðan, var að íbúafundur vegna stefnu í málefnum fatlaðs fólks var haldinn. Þessu til viðbótar eru nokkur þættir sem langað að minnast á í þessari ársskýrslu. Það og fjalla síðan nánar það í skýrslunni. Tilkynningar til barnaverndar, það jukust 13,3% milli ára. Fjöldi styrkþega fjárhagsaðstoðar jókst á fyrri hluta árs en dróst síðan úr þeirri fjölgun á seinni hluta ársins. Talsverð aukning varð í fjölda heimila sem þáði stuðningsþjónustu, það að segja félagslega heimaþjónustu 32 heimili, en þar voru 3 ný heimili sem fengu félagslegt innlit sem þegar farið í að leggja áherslu á að veita þar þjónustu sem þörf á. Eldri borgarar urðu fyrir talsverðum áhrifum út af áhrifum COVID. Félagsstarfi þeirra var verulega skert yfir árið. Þess má geta að það var hringt í alla bæjarbúa 75 ára og eldri til þess að taka stöðu á þeirra líðan, bæði í vor sem og í haust. Fatlað fólk var einnig fyrir ákveðnum áhrifum af COVID, en vinnustaðir fatlaðs fólks þurfti að skerða þjónustu tímana sína, en í staðinn þá jókst þjónustan á heimilunum, sérstaklega þeirra sem var í búsetunni. Talsverð aukning var á kostnaði í dagþjónustunni eða vinnustöðum fatlaðs fólks vegna nýrra notenda inn í þjónustuna og áframhaldandi aukning hefur orðið á þeim sem fá sérstakan húsnæðisstuðning eða 17,5% fjölgun milli ára. Þessi skýrsla sem hér liggur fyrir frábær innsýn í þá félagi þjónustu sem veitt á fjölskyldusviðinu og getur fjölskyldunefndin nýtt sér þessa skýrslu til áframhaldandi vinnu inn í nefndinni og þess skal getið að
Í ár hefur þessi skýrsla komið nokkuð fyrr en undanfarin ár og mér langar að fá að þakka skýrsluhöfundum og öðrum starfsmönnum fjölskyldusviðs kærlega fyrir og aðgengilega og góða skýrslu. Já, orðið mál sem bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða, ársskýrslu fjölskyldusviðs 2020. Það kveður svo engin hljóðs og þá umræðu lokið, þarna kom nú nafn. Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kolbrún, annað mál. Bara að segja mál númer 2. Já, varðandi skýrslu fjölskyldusviðs. Já, takk forseti, að ræða bara aðeins að svona kannski varpa ljósi á liði númer 3.1 í skýrslunni varðandi tilkynningar til barnaverndar. Þar má sjá, og þetta náttúrulega kannski engar nýjar fréttir fyrir okkur, en það margt athyglisvert í þessari skýrslu og gott að rýna ofan í þessar tölur og bera saman milli ára. Ég held að það sé kannski svona mikilvægast að það sem þurfum að gera og sjá á hvaða vegferð við erum með blessu börnin. Og mér finnst bara það að sjá til dæmis varðandi tilkynningu vegna ofbeldishegðunar drengja milli 19 og 20, það töluverð aukning í því. En að fara niður varðandi stúlkurnar og það jákvætt því það hefur svona farið töluvert upp milli ára ofbeldi meðal stúlkna. En þetta er náttúrulega, þetta eru bara tölur á blaði og þarna er verið að sýna okkur bara hvernig við hvað er verið að etja hjá fjölskyldusviðinu og þau verkefni sem er verið að glíma við og auðvitað er þetta ekki gott að sjá þessa miklu aukningu tilkynninga en það hefur náttúrulega verið á öllu landinu og þetta er náttúrulega stóra verkefni okkar í þessum COVID-faraldri að það er að halda vel utan um unga fólki okkar í okkar bæjarfélagi. Þannig að þarna er svona ýmislegt sem við getum svona gluggað í og skoðað varðandi forvarnar og lýðheilsustefnu sem við erum náttúrulega núna í fæðingu og hvaða gleraugu og allavega ég sjálf hef stöðugt forvarnagleraugun uppi þegar í mínu starfi sem bæjarfulltrúi. Það er bara einhvern veginn mitt hjartansmál. Við höfum svona verið, og hef brennt náttúrulega og var lengi vel náttúrulega formaður fjölskyldunefndar og finnst gott að við sem bæjarfulltrúar bara förum ofan í þessa skýrslu og sjáum hvað klukkan slær. Þannig að það er bara það sem ég vildi svona benda á en auðvitað er þetta, veit ég að það er verið að taka á þessu og það er verið að berjast við og allt það en það er bara gott fyrir okkur að sjá þessar niðurstöður og svona fylgjast með síðan, bara vonandi sjáum við betur tölur að ári ef þetta fari ekki mikið meira upp. Við viljum náttúrulega að þetta fari niður og haldist svona kannski nokkuð eðlilegt svona milli ára og náttúrulega með við líka fjölgun í bæjarfélaginu. En það var bara það sem ég vildi segja. Takk fyrir. Nú, það er ekkert nafn hér í glugganum í spjallinu þannig að forseti lítur svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnar að greiða atkvæði þessa fundargerð. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 305 frá 16. mars, þeir sem að staðfesta þá fundargerð eins og einstök mál maður að vera sér. Já, fórstu, ég ætlaði bara að fá að tala eitthvað annað mál aðeins. Fyrirgefðu, það er, svo hafði þetta alveg skýrt það er enginn að biðja orðið, það er fullrætt ársskýrsluna. En þú beðum orðið eitthvað annað mál. Já, þú opnaðir ekki neitt annað mál, en allt í lagi, ég ætla að fá að tala bara aðeins að því bara í kjölfarið því sem Kolbrún var að segja, bara á fyrsta málið, það er lykiltölur og bara að því að við ræddum það á síðasta fundi að þetta er í raun og veru þessi COVID-skýrsla sem við höfum talað um. Nú erum við hér stödd á fundi á netinu sem við vonuðumst til að við yrðum ekki aftur á, en það breyttist í dag. En hérna er komin í raun og veru ný skýrsla sem heitir í raun og veru lykiltölur. Við vorum með lykiltölur áður en höfum ákveðið að breyta þessari sérstaklega COVID-skýrslu. Þar verið að taka áfram þessar tölur eins og við höfum verið að ræða áður. Þannig ég vildi bara benda á það og þar þá allan þessar tölur og sannarlega vonum við að
að þessi, eins og við eru kannski vondumálin, að við viljum auðvitað minnka þau en hér ber til dæmis neðst í skýrslunni varðandi atvinnuleysi. Þar virðist atvinnuleysi vera að aukast meðal mótsfellinga og sem náttúrulega ekki gott en aðra tilkynningar virðast svona vera nokkurn veginn á niðurleið. En ég vildi nú bara svona rétt innfrá þessu. En þá ég tilbúin í ef engi vill ræða frekar greiða atkvæði. Já, en ég ætla að gefa orðið laust fyrsta mál á dagskránni. Það mál sem að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða. Það kveður sig engin hljóðs og þá lítur forseti svo á að við getum greitt atkvæði þetta og það þá bara að setja upp jáið ef menn eru samþykkir niðurstöðu nefndarinnar í einstökum málum. Atkvæðagreiðslur hafin. Allir búnir að greiða atkvæði, það ekki? Það 9-0. 9-0. Þá förum við í fundargerð sem var nú dálítið viðameiri, fleiri mál á dagskrá. Hún var haldin 19. mars síðastliðinn, eða sáfundur í Helgafelli líka, sama dags. Þarna voru nú heil 18 mál á dagskrá með afgreiðslufundum byggingfulltrúa sem eru reyndar hér á dagskrána á eftir. Það getur sagt að séu þá 15 mál á dagskrá og það hefur nú þegar einn beðið orðið, það formaður skipulagsnefndar Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég kem undir máli númer 15 í fundargerð skipulagsnefndar. Það reyndar náðist ekki að klára þessi mál á fundinum eins og stundum gerist en það var samt farið í mál númer 15 þar sem að það voru að ferðinni kynning frá verkfræðistofunni Eflu og málið heitir Leirvogstungukverfi umferðaröryggi. Þarna var lögð fram skýrsla sem var gerð frá Eflu umferðaröryggi í Leirvogstungukverfi og mér langaði að svona benda á og segja frá því að þetta var gert, þessi skýrsla og þessi vinna var unnin í mjög nánu samráði við íbúa. Það vegna þess að eins og við þekkjum að í þessu Leirvogstungukverfi eins og öðrum að þá snýst umferðaröryggið að einhverju leyti og jafnvel miklu leyti hegðan íbúanna í umferðinni og það var þess vegna talið mikilvægt að gefa þessum mikilvæga markhópi sem íbúarnir tækifæri að koma með athugasemdir sína upplifun á umferðinni og þær hættur sem eru til staðar í þessu hverfi. Eins og við vitum að þá hverfið að klárast í uppbyggingu og það verið að ganga frá gangstéttum og köntum og öðru slíku og þess vegna tilvalið að taka út þessa umferð og sjá hvað betur mætti fara. Það var auglýst á Facebook síðu hverfisins sem hún er mjög virk sú Facebook síða og það var auglýst eftir ábendingum íbúanna og þeir fengu afhentar hlekk þar sem þeir gátu merkt við staðsetningu og komið með athugasemdir hvað betur mætti fara og með tilliti þá til umferðaröryggis og hlekkurinn var virkur í eina viku og það bárust alls 134 athugasemdir sem bara virkilega jákvætt og virkilega gott og þær voru síðan skoðaðar og það flokkaði niður í nokkra flokka og þetta voru athugasemdir af ýmsum toga og þær eru kannski svona stór uppistaða í þessari ágætu skýrslu og í lok skýrsluna sem ég ætla kannski ekki að fara ítarlega í gegnum en bendi fólki endilega á skoðana að þá þessar athugasemdir og þessar svona framkvæmdir sem talið að sé gott að gera og nauðsynlegt að gera þær eru settar í forgangsröðunarlista og þessu máli verður síðan vísað áfram og var vísað að vantar reyndar bókunum það í afgreiðslu nefndarinnar. Við klikkuðum á því að setja það í orð í bókun en þessu sé að vísað inn til umhverfissviðs þar sem að þetta verður tekið fyrir og farið í þessar framkvæmdir eftir því sem að framkvæmdum í hverfinu gengur þar ganga áfram og einnig þá auðvitað eftir fjárhagsáætlun. En við viljum bara benda á þessa skýrslu og þessa mjög svo
fínu vinnu sem var unnin þarna og þetta góða samráð sem auðvitað við leggjum áherslu á að vera í samráði við íbúana. Það var gert samsvarandi verkefni upp í Helgafellshverfi þar sem þá kom líka skýrsla út úr því og þessi skýrsla var síðan lögð fram á Facebook síðu hverfisins þannig að allir ættu að vera upplýstir niðurstöðuna og það svona verkefni og þann forgang sem á að setja þau í varðandi að auka umferðaröryggið. Takk fyrir þetta. Orðið laust málið sem að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson var að ræða, Vervorstungu hverfi, / umferðaröryggi. Það titillinn. Það birtist ekki nafn. Jú, Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið þetta mál, 15. mál. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir ágætu bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, þetta er alveg rétt sem kom fram hjá formanni skipulagsnefndar sem reyndar var ekki á þessum fundi, að það var rætt þetta, að skýrslan færi inn til meðferðar hjá umhverfissviði en það er rétt hjá honum að það hefur láðst að bóka það sérstaklega en auðvitað fer hún þangað og þetta er bara mjög góð skýrsla, þetta er vönduð skýrsla, hún færir okkur mörg skref fram það hvað knýr á í umferðarmálum í Leirvogstunguhverfinu og mjög ánægjulegt að sjá og finna áhuga íbúanna. Að þeir voru aktífir í því að láta sín álit í ljós sem það kom fram hjá kynninum Berglindi að þetta sem það hefði að sjálfsögðu hjálpaði mjög mikið til að glöggva sjá hvar helstu atriðin hvar helst skóinn kreppir þarna. En ég vildi bara bæta þessu við, forseti. Takk fyrir. Já, orðið laust 15. mál. Kveðis engin hljóðs og þá er umræðan lokið það á þessum fundi en forseti gefur orðið laust öll hin málin. Bæjarfulltrúar vilja ræða eitthvað af þeim. Og ætla ég að biðja að kveða sér hljóðs á spjallinu. Það virðist ekki vera, þannig að ég lít svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnir að greiða atkvæði. Við greiðum atkvæði fundargerðina í heild sinni. Atkvæðagreiðsla er hafin. Ég óska eftir að fyrsti liður sé greitt sérstaka atkvæði. Já, heyrðu, já. Þá varum við að greiða atkvæði þá sérstaklega það. Það hefði verið betra að fá aðeins fyrir Sveinn Óskar þá athugasemd. Við skulum taka það fyrst fyrir. Þá byrjum við á þannig að við beðum að greiða atkvæði fyrsta mál. Við skulum taka það í þeirri röð og það heitir hér í fundarboði Uglugata 40-46 deiliskipulagsbreyting. Og svo að allir vita hvað erum að greiða atkvæði þar. Það samþykkti skipulagsnefndin að vísa því til frekari úrvinnslu á umhverfissviði og í framhaldinu til bæjarráðs. En fulltrúi M-lista í skipulagsnefnd greiddi atkvæði gegn þessu. En við skulum hafa þetta þá þannig formlegt, það er búið að óska eftir þessa atkvæðagreiðslu og sjálfsagt að verða við henni. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar á þessum fundi, þetta mál, bara þetta mál, segja já, þetta er 5. mál og ég sé að það er komið atkvæði. Já eða nei eða hjáseta. Og ég ætla að biðja ritara að telja þetta saman. Talningar hafin, allir búin að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðsla fer þannig að 8 staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar en 1 er á móti. Og það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson sem hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir það. Í þessu máli er bara prinsip að ræða. Ég hef rætt við þetta fulltrúa minn í nefndinni og okkur sammælst að þetta sé ferlið sem við viljum að hafa við á þessum fundi. Þannig að ég staðfest bara hér með að ég greiði atkvæði gegn þessu til þess að styðjast við ákveðin prinsip þetta svæði og skipulagið þar. Já, það er komið, en þá ætla ég að biðja ykkur að greiða atkvæði ágætu bæjarfulltrúar öll hin máli. Við vorum byrjuð á því áðan
Það semst öll mál nema fyrsta málið. Atkvæðagreiðsla er hafin. Þessi staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar eru bennir að segja já og hrúast inn hérna atkvæðin og talningar hér jafnharðan hjá riddara. Allir búin að greiða atkvæði eða hvað? Og þá ætla ég byrja hann að telja þetta saman, hann Arnar riddar okkar. Og þetta verður hægt til bókar. Staðfest með 9 atkvæðum. Það verður fært að sjálfsögðu fundargerð, þá þriðja og síðasta fundargerðin frá nefnd bæjarins, það umhverfisnefnd bæjarins. Hún fundaði líka hérna í Helgavelli 18. mars. Og þar voru 5 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þriðja mál. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég hérna ræða útboð og sorpið Mosfellsbæ og Garðabæ 2001 sem reyndar við höfum tekið fyrir áður hérna undan í fundargerð bæjarráðs. Hér niðurstaða þessa fundar umhverfis nefndar Mosfellsbæjar með leyfi forseta ætla ég að fá að vitna í niðurstöðu fundarins. Gjörðu svo vel. Niðurstaða 217. fundar umhverfisnefndar Mosfellsbæjar hljóðar svo með beinni tilvitnun. Umhverfisnefnd bendir á að huga mætti betur að umhverfissjónarmiði varðandi notkun og vistvænni orkugjöfum við sorpurði í samræmi við umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Tilvitnun lýkur. Hérna enn annað tæki eða svona tilraun nefndarinnar að beina því til bæjarins sem var reyndar áður gert meðal annars með að hvetja til að bæjarstjóri væri umhverfisvænum bíl sem var einu svona afgreitt í nefndinni. Þarna er nefndin enn og aftur að ýta við að það í útboðinu verði litið til þess að væntanlega í samningu við þessa aðila að allan horft á það hversu umhverfisvæna bifreiðarnar eru sem við notaði verða við sorphirðu. Og þetta er virkilega framúrstefnulegt af hálfu nefndarinnar og athyglisvert að nefndin sé að árétta þetta með þessum hætti og ég get svo sem tekið undir þetta. Þetta er í anda þeirra sem hafa sitið þessa nefnd, þeir hafa brugðist við svipuðu áður með bókunum það að hvetja yfirstjórn bæjarins til þess að koma bifreiðum sem að beint eða óbeint eru greiddir með einhverjum hætti í gegnum sjóði bæjarins, þá annaðhvort með einhverju notkunarskýrslum og akstursskýrslum eða slíku. Þannig að þarna er verið að hvetja til að fjármunir sem fara frá bænum í einhvers konar akstur, hvernig sem það er, séu þá ráðstafað í akstur sem er umhverfisvænni en er í dag og hefur verið síðustu ár. Og þetta er bara í raun og veru ágætis innlegg inn í umhverfismálin sem við viljum standa vörð og tryggja að batni. Og ég vildi bara benda á þetta forseti í ljósi þess að þetta var sérstaklega tilgreint þarna hjá nefndinni. Já, það er nú þegar einn búinn að biðja orðið hér þetta mál, sem sagt þriðja mál. Það er Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel, Haraldur. Það heyrist ekki í þér, Haraldur. Afsakið, ég var ekki búinn að setja hljóðið á aftur. Hérna, já, aðeins bara til þess að bregðast við þessu forseti. Sko þá á þetta ábyggilega og örugglega rök rætur sem að rekja til þess að í umhverfisstefnu bæjarins er gert ráð fyrir því eða svona stefnt að því að einmitt svona þjónusta sé þjónustu með tækjum sem að nota umhverfisvæna orkugjafa og því er ekki óeðlilegt og eiginlega bara mjög eðlilegt
að nefndin ræði þetta. Það var hins vegar eins og ég skil það farið mjög vel yfir það af starfsmönnum nefndarinnar hvaða ástæða lægi fyrir því að það var ekki möguleikar á því að hafa þetta ákvæði inn í þessu útboði. Það bara einfaldlega markaðsaðstæður, það bara aðeins einn aðili á markaði sem getur boðið þjónustu sem með þessum búnaði og þá var þetta ekki útboð heldur einokunar útboð einhvers konar og það bara ekki komnir þeir tímar því miður á þessu markaði á Íslandi að það sé hægt að hafa þetta sem útboðstilmála. Það kemur vonandi að því, en það skil ég bókun nefndarinnar sem þannig að þetta sé svona ábending til framtíðar. Það var eins og að lagðar mjög ríkar kröfur í útboði umhverfiskröfur í útboðsgögnum á móti, því þetta var sjálfsögðu rætt þegar að hér var verið að útbúa þessi gögn og þær kröfur ganga út á það að uppfylla hertar kröfur Evrópusambandsins mengunarvarnir. Það er gerð krafa til að mynda að verktaki skuli nota þessar bifreiðar eða þessar sofnaðarbifreiðar sem uppfylla þessar umhverfiskröfur og það er vitnað sérstaklega í Euro 4 staðalinn eða nota umhverfisvænni orkugjafa eins og metan og það er reyndar annar aðilinn held ég sem er á markaðnum sem getur uppfyllt það, getur væntanlega uppfyllt hitt og þarna er líka verið að vísa þá í reglugerð sem heitir Euro 6 sem fjallar mengunarvarnir til að minnka mengun frá útblæstri stærri ökutækja með alls konar efnafræðilegum aðgerðum skilst mér. Þannig að það er virkilega verið að taka á þessum þáttum í útboðsgögnunum þó því miður sé ekki hægt að setja þetta sem skilyrði því að þá var þetta ekki útboð. Það er ekki aðilar á markaði sem að geta sinnt þessu með þessum hætti. En ég endurtek það, ég vona að það komi að því og það kemur örugglega að því. Og svo í þriðja lagi þá erum við í samstarfi við Garðabæ þetta útboð og við höfum ekki innvald það, en milli sveitarfélaganna var þetta rætt með þessum hætti og þetta var niðurstaðan og ég held að hún sé góð. Það er miklu meiri kröfur í þessu útboði til umhverfisins og umhverfiskrafna til þessara bifreiða og því miður hafi ekki verið hægt að gera þetta með þessum hætti, enda skil ég bókun nefndarinnar þannig að þetta sé svona brýning til framtíðar og vonandi verður það grundvöllur til þess, enda er þetta hluti af okkar umhverfisstefnu. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú hefur beðið orðið um þetta mál. Já, takk forseti, bara stutt. Bæjarstjóri kom nú inn á þetta allt saman sem ég ætlaði að nefna og bara fór mjög vel yfir það og gott að fá þessar upplýsingar, að allir bæjarfulltrúar fái þessar upplýsingar varðandi þetta útboð og ég líti líka á þessa bókun umhverfisnefndar bara sem brýningu til okkar og við náttúrulega erum á þessari vegferð en það er búið að fara rök fyrir því af hverju þetta var ekki inn í útboðinu, þannig að ekkert meira það að segja. Takk fyrir. Og Anna Sigríður Guðnadóttir þetta mál. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti. Takk. Ég sit í umhverfisnefnd sem áheyrnarfulltrúi og var á þessum fundi og skal ykkur segja að fólk var mjög áhugasamt þetta og þessar náttúrulega skýringar komið fram og fólk gerir sér grein fyrir því hvernig í því liggur. En mér langar að segja ykkur annað sem var rætt og mér finnst það bara eiga heima hér en nú þori ég ekki að segja að það hver einasti maður sem satt inn á fundi tjáð sig þetta máli. Þetta var almennt sammæli að fólki fannst að til dæmis svona verkefni eins og þetta útboð að það hefði átt að koma inn til nefndarinnar þó ekki væri nema til kynningar áður en hlutirnir væru settir í gang vegna þess að þetta er umhverfisnefnd og hún kannski horfir á málin með aðeins öðrum gleraugum heldur en
aðra nefndir, hún er alltaf náttúrulega bara með umhverfisstefnuna og umhverfismálin í forgrunni. Þannig að ég vildi bara flytja þessi boð inn á þennan fund að þetta var rætt og ég held að það ætti að íhuga það mjög vandlega því að gleyma ekki svona nefndum eins og umhverfisnefnd þegar við erum að undirbúa svona mál, að senda mál til skoðunar þar og fá álit þeirra áður en að við ljúkum verki, hver sem verki er á hverjum tíma. Já, ég vildi bara koma þessu á framfæri. Já, Haraldur Sverrisson þetta sama mál, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara að bregða þessu, ég hef líka heyrt þennan þetta sjónarmið og ég skil það bara mjög vel. Og ef annað borð var verið að senda þetta til nefndarinnar þá hefði mér fundist fara betur á því að það hefði verið gert áður en að það var afgreitt eins og annars nefnir. Hitt það að sko umhverfisstjóri Mosfellsbæjar er sá starfsmaður sem hefur verið með ásamt framkvæmdastjóra umhverfisins sem hefur verið með þetta verkefni og ég held að það sé nú ástæðan fyrir því að þessi meðal annars að þessar sterku umhverfiskröfur eru þarna inn í útboðsskilmálunum og þannig að það er ljóst að sko umhverfissjónarmiðin hafa ratað inn í útboðsskilmálana og það er gott. En ég get alveg tekið undir það að ef að annað borð átt að involvera nefndin í þetta þá hefur nátt að gera það á undan afgreiðslu í bæjarráði og þeir sammála því. Orðið laust þetta mál, þriðja mál í fundargerð umhverfisnefndar útboð á sorphirðu. Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég tek alveg undir það. Ég held að það hefði farið mjög vel á því að umhverfisnefndin hefði fengið þetta til svona í aðdraganda undirbúningsins og útboðsins vegna og þá bara til þess að óska eftir svona þeirra vinkil. Nú stendur fyrir dyrum útboð á sorphirðu. Hafið þið einhverja vinkla inn í þann undirbúning og inn í þá vinnu. Og þá hefði hugsanlega, mögulega, væntanlega komið þessi vinkil sem að þeir eru að leggja áherslu á þarna. Þannig að ég er sammála því að við þurfum kannski að huga betur á þessu að involvera nefndirnar okkar svona í undirbúning og aðdraganda meir en við höfum gert. Takk fyrir, forseti. Og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir þriðja mál, gjörðu svo vel. Já, takk forseti, bara örstutt þetta líka. Ég tek alveg heils hugar undir þetta, allt sem hefur komið hérna fram varðandi að senda meira eða fá skoðun umhverfisnefndar á þessum málum. Og ég skal alveg taka til mín sem fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu að við vísum oftar málefnum Sorpu til umhverfisnefndar og svo allir sé á sömu blaðsíðunni þegar við erum að fjalla umhverfismál og það gleður mig mjög mikið að heyra að í rauninni hvað þessi stóru mál heita orðið umhverfismál en ekki eingöngu úrgangsmál. Þannig að þetta er bara hluti af þessari breytingu. Nú erum við bara að fara inn í nýja tíma og á sjálfsögðu á umhverfisnefndin algjörlega að vera með okkur inn í öllu hvað varðar okkar sorphirðu og úrgangsmál og þessi stóru umhverfismál af því að þessi málflokkur er bara eftir að taka meira pláss svona miðað við þá löggjöf sem er í gangi núna og það breytingar sem við erum að fara bara að ganga inn í nýja framtíð að þá er ég nú aðeins hrædd það að umhverfisnefndin eigi að láta meira til sín taka heldur hún gerir núna. Þannig ég bara fagna því að það verði þannig. Takk fyrir. Þá var það Haraldur Sverrisson þriðja mál, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara því það kom að fram að það hefði hugsanlega orðið einhver önnur niðurstaða hér í þessum útboðsskilmálum og þetta sjónarmið nefndarinn hefði þá orðið ofan á. Því miður þá held ég verði nú að hryggja þann sem það var að ræða, svo hefði nú ekki orðið. Ekki því að það er bara tæknilega hægt, vegna þess að það er ekki markaðsaðilar sem geta uppfyllt þessi skilyrði. Þannig og þess vegna nefndi ég að það væri mjög sterkar umhverfiskröfur inn í þessu tiltekna útboði.
það hlýtur að vera verkefni til framtíðar, ekki bara fyrir Mosfellsbæ, heldur þá sveitarfélög almennt og þá aðilar sem eru á þessum markaði að geta boðið þá þjónustu með þessum hætti sem að nefndin að tala um. Það enginn á mælendaskrá núna og þá lítur forseti svo á að umræðum þetta mál útboðið. Afsakið, fyrirgefðu ánurlokar, varandi mál númer 1. Já, ég er bara að loka þriðja máli. Já, ok, þriðja máli. Já, svo gef ég orðulaust, en ég lít svo á umræðum sem lokið þriðja mál útboðið á sorphirðu, en ég gef orðulaust önnur mál og viltu skella nafninu, Kolbrún, inn bara þarna? Innu? Ég bjóst nú við að forseti myndi nú tala eitthvað friðlýsinguna sér í gær, en ég ætlaði bara að fagna henni og þessi máli númer 1. Stækkun varmaósa, þannig ég ætla bara að draga beiðni mínum orðið tilbaka. Já, ég get skotið inn sko, þetta svona meira framkvæmdir á þeim svæðum sem nú þegar eru friðlýst, sko. Það rétt, afsakið. Já, en Haraldur Sverrisson, þú hefur beðið orðið þá fyrsta mál þá væntanlega eða hvað? Ég var búinn að fá orðið, ég er búinn að tala. Já, þetta búinn, já, ok. Það vill einhver ræða eitthvað af þessum málum sem eftir eru? Það er ekki mörg eftir. Fyrsta mál er þá fullrætt hér og þriðja mál. Ég funda með smá umþóttunartíma. Það kemur ekkert nafn hér inn á spjallið og þá lítið svo á að við getum greitt atkvæði. Við greiðum atkvæði fundargerðinni í heild sinni eins og einstaka mál bera með sér. En sem staðfesta niðurstöðu umhverfisnefndar í einstökum málum eru beinir að skrifa já, atkvæðagreiðsla er hafin og talning jafnharðan hérna. Allir búin að greiða atkvæði. Allir fundarmenn. Það er samþykkt 9-0. Það voru hérna vatnaskil í fundinni hjá okkur ágætu bæjarfulltrúar því að það eru annars eftir fundargerðir sem eru til kynningar hérna laðað fram. Við förum í það. Förum fyrst í afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það eru 2 núna. Fámennt og góðmennt. Það er fyrst afgreiðslufundur númer 429. Það var haldið 5. mars, 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. 400 dögum síðar var haldinn afturfundur, svokallaður afgreiðslufundur byggingafulltrúa og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Og það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá kom það skipulagsfulltrúa Kristni Pálssyni sem að hélt fámennan fund 12. mars. Það er svokallaður afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa, fundur númer 51. Það var haldinn 12. mars sem sagt og það var aðeins 1 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. 10. mars var haldinn fundur í notendaráði fatlaðs fólks, fundur númer 12 og forseti gefur orðið laust. Já, þar hefur Lovísa Jónsdóttir beðið orðið. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Lovísa. Takk fyrir. Ég kem upp, eða í mynd réttar sagt, vegna máls 10.2 eins og það heitir í dag, greiðslur vegna setu í notendaráði. Þegar að við samþykktir fyrir notendaráð á sínum tíma sem og öldungaráð líka, þá gerðum við athugasemdir við það að það er sérstaklega tekið fram í samþykktum fyrir þessi 2 ráð í Mosfellsbæ að þetta séu ólaunuð störf.
Hérna erum við að ræða sko lögbundið ráð. Þetta hérna við höfum ekkert val þetta. Við eigum að starfrækja svona ráð fyrir varðandi réttindi fatlaðs fólks, notendaráð fyrir þjónustu fyrir fatlað fólk til þess að tryggja það að notendur þjónustunnar sjálfrar geti komið sínum sjónarmiðum að í öllu því varðar þeirra þjónustu sem bæjarfélagi veitir. Þetta gríðarlega mikilvægur vettvangur sem að mér finnst við ekki sýna tilhlýðilega virðingu. Og það felst meðal annars í því að þetta bæjarfélag, okkar bæjarfélag, hefur valið það að greiða ekki því fólki sem þarna situr fyrir sína vinnu. Og þessi vinna þeirra ekkert með neinum öðrum hætti heldur en í öðrum nefndum. Þetta sem bæjarfélagið með, það ber að leita til þeirra, ber að leita umsagnar þeirra. Þeim ber skylda til þess að mæta á þessa fundi, þeir sem þarna sitja, en við völdum það samt að borga þeim ekki fyrir sína vinnu. Það ljóst að nefndafólkið sjálft frekar ósátt við þetta og ég skil það bara ósköp vel. Og ég búið hér með tillögu vegna þessa máls og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að flytja þá tillögu. Tillaga Viðreisnar breytingu á samþykkt Mosbæjar fyrir notendaráð málefni fatlaðs fólks og greiðslu til nefndarmanna. Lögðu fram eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að fella út setninguna seta í notendaráði ólaunuð úr 2. grein samþykktar notendaráð þjónustusvæðis Mosfellsbæjar og Kjósarhrepps málefni fatlaðs fólks og að nefndarfólki verði greidd laun fyrir setu sín í ráðinu til samræmis við aðrar minni nefndir Mosfellsbæjar. Greinargerð með þessari tillögu svohljóðandi. Notendaráð málefni fatlaðs fólks lögbundið ráð sem sveitarfélögum ber að starfrækja til að tryggja aðkomu hagsmunasamtaka notenda þjónustunnar. Ráðið bæði skipað fulltrúum kjörinna fulltrúa sem og fulltrúum hagsmunasamtaka notenda sem leggja að mörkum sömu vinnu og nefndarfólk í öðrum nefndum Mosfellsbæjar. Þrátt fyrir að hér sé ráð að ræða sem lögum samkvæmt sveitarfélaginu ber að starfrækja, þá staðan þannig að Mosfellsbær eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem ekki greiðir nefndarfólki fyrir setur sína í notendaráði fatlaðs fólks og þetta brýnt að lagfæra. Í þessu sambandi þarf einnig að hafa í huga að í þjónustukönnun Gallup sem kynnt var í byrjun þessa árs kom í ljós að ánægja með þjónustu bæjarfélagsins við fatlað fólks hefur lækkað mjög og sérstaklega lág hjá notendum þjónustunnar eða 2,8 á móti meðaltalinu sem var 3,3 sem þó var með því lægsta sem mældist í könnuninni meðal allra sveitarfélaga. Mosfellsbær þarf að gera betur í þessum málaflokki og að sýna því fólki sem situr í notendaráði fatlaðs fólks sömu virðingu og öðru nefndarfólki og greiða þeim fyrir vinnu sína góður staður að byrja á. Nú óska ég eftir leiðbeiningum frá forseta hvert ber að senda þessa tillögu og greinargerð. Já, það rétt að senda hana til fundarritari óska og kannski bara inn á spjalli þá líka ef fólk vil lesa hana. Það ekki ég þarf sennilega að klippa hana niður til þess að hún komist inn í spjallið. Vilja ég byrja á því svo að fólk geti byrjað að lesa? Ég held að sé ágætt að fá hana hérna upp sem sagt bara tillöguna en ekki greinargerðina þá. Okay. Til hvort að copy-paste í gangi. Ég held að þetta til hann. Já, þetta sjáum við tillöguna sem að bæjarfulltrúi Lovísa las upp áðan. Nú, ég tel bara hérna rétt að gefa orðið laust þá bæði málið, það var náttúrulega þetta mál og þá tillögu bæjarfulltrúa Lovísu leið sem þurfum að afgreiða með einhverjum hætti. Það er sem sagt að ræða það svona alveg eins og bæjarfulltrúi Lovísa gerði sem sagt greiðslurnar og síðan komum tillöguna. Þannig að það er þetta samþætta að fólk vill gera það, þannig að ég gef orðið laust og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, var búinn að biðja orðið
og þið sjáið tillöguna sem við þurfum að taka afstöðu til með einhverjum hætti hér á eftir. En ég gef orðið laust og Haraldur Sverrisson, þú hefur orðið. Já, forseti, þetta nú örugglega alveg þörf umræða að ræða það hvað við greiðum fyrir og hvað við greiðum ekki fyrir. Og ég held að það þurfi þá að ræða það í samhengi við fleiri nefndir heldur en notendur og fatlaðra. Það þarf þá að ræða það algjörlega í samhengi við öldungaráð og ungmennaráð. Þó að þau séu ekki alveg á söma, öldungaráð og notendur og fatlaðra versus ungmennaráð séu ekki alveg að sama meiði, að þá er þetta þau formlegu ráð sem að Mosfellsbær er ekki greitt fyrir frá Mosfellsbæ. Reyndar held ég að það sé nú ekki rétt sem kemur fram í þessari greinargerð frá Viðreisn að Mosfellsbær sé eina sveitarfélag sem gerir þetta ekki. Ég veit sveitarfélag sem ekki borgar fyrir þetta og Reykjavík til að mynda varðandi notendur og borgar ekki, síðast ég vissi, ekki út greiðslur en greiðir samsvarandi greiðslur til hagsmunasamtakanna Þroskahjálpar til þess að borga fyrir flutning eða keyrslu og slíka hluti í tengslum við ferðir á þessa fundi. Þannig að það nú held ég of djúpt í árunni tekið og ekki rétt að segja að Mosfellsbær sé eina sveitarfélagi sem ekki gerir þetta, en það er eins og alveg dæmi hitt að sveitarfélög vera að greiða fyrir þetta og þetta hefur verið töluvert rætt í sveitarfélögunum og það er mörg sjónarmið í þessum málum. Til að mynda varðandi notendur og fatlaðra og öldungaráð, þá er þetta ekki ákvörðun í sjálfum sér sveitarfélagsins að skipa þessi ráð og þessar nefndir. Heldur er það löggjafinn sem ákveður það og ákveður það að það séu hagsmunaaðilar sem tilnefni í þau. Og þá er það minnst kosti spurning sem þarf að velta fyrir sér og ég svo sem ekki með svarið. Hver á þá að borga? Er það sveitarfélagið, er það hagsmunasamtökin ef þá yfir þetta borga? Þannig að það er ýmis sjónarmið sem þarf að hafa í heiðri eða skoða þegar þessi velt fyrir sér. Mér finnst alveg tímabært að Mosfellsbær velti þessu fyrir sér og við höfum rætt þetta töluvert innan hús þessi mál því það er eftirspurn eðlilega hjá þeim sem þessa fundi sitja eftir því að það sé umbunað, þeim sé umbunað fyrir þá og ég skil það mjög vel og við höfum líka rætt þetta í meirihlutanum og líka þá hvaða tímapunkti er rétt ef við ætlum að breyta á. Það gerast til að mynda fjárhagsáætlanagerð sem að mér hefði nú fundist kannski rétti punktur og það sé ekkert ófrávíkjanlegt að taka svona ákvarðanir helst í tengslum við það því þetta eru fjárútlát fyrir bæinn. En frá mínum bæjardyrum séð finnst mér alveg tækifæri til þess og rétt að ræða þetta og fara þess yfir þetta og en þá þarf líka að gera það þannig að það sé gert fyrir ekki bara notendaráð, heldur líka öldungaráð og ungmennaráð og ég held að við þurfum að skoða þetta frá þeim vinklum. Til að mynda voru það afar fá ef nokkurt sveitarfélag sem í barnæsku ungmennaráða sem greiddi fyrir það. Nú voru það einhverju leyti breyst að einhver sveitarfélag og kannski mörg eru farin að greiða fyrir það. Þannig ég held að við þurfum líka bara að horfa á það umhverfi sem við erum í. Við eigum ekki að vera einhver eftirbátar eða slíkt, en við eigum líka að horfa á hlutina út frá þeim atriðum sem þetta snýst. Þannig að ég hefði nú viljað skoða þetta í miklu víðara samhengi og ekki bara út frá þessari tilteknu fundargerð eða þessu tiltekna ráði, heldur að við tækjum ákvörðun þá þetta allt af eða á og kannski bara komið tími á það. Þannig að ég veit ekki hvort við eigum að vísa þessu bara til bæjarráðs til umfjöllunar eða til umsagnar hjá til að mynda að þetta á nú við
nokkur svið, sko, þessi öldungaráð, notendaráð og ungmennaráð. Og þá hefur nú oft notað forstöðumann þjónustu og samskiptadeildar til þegar svona tangirar eitthvað. Það er líka senda þangað og líka ég held að við þurfum að hafa svona hlut á hreinu, sko, eins og hverjir borga og hvað er borgað og það þurfa að skoða þetta út frá því, en kannski er hægt að vísa þessu í bæjarráð og bæjarráð síðan geti skoða málið svona á víðari grundvelli. En í mínum huga var ekki rétt að gera það á þessum grundvelli og alls ekki rétt að samþykkja svona tillögu hér því að við þurfum að gæta jafnræðis í því hvað við gerum. En ég geti til dæmis stutt það og ég get þess vegna lagt það til með vilja að þessu verði vísað til bæjarráðs til skoðunar. Já, einhvern veginn þurfum við að afgreiða tillöguna en við skulum halda áfram ágætu bæjarfulltrúar með mælendaskránna. Núna, Lovísa, þú varst búin að biðja orðið aftur eða ekki? Jú. Já, og síðan Anna Sigríður og síðan Kolbrún. Tökum þetta í þessari röð. Gjörðu svo vel, Lovísa. Já, takk. Ég myndi ekki setja svona í greinargerðina með og fullyrða það að þetta væri greitt í öðrum bæjarfélögum nema að hafa fengið það staðfest. Þannig að það er ekki nema að mér hafi verið veittar rangar upplýsingar en fulltrúar fá greitt fyrir setu í það sem heitir aðgengis- og samráðsnefnd hjá Reykjavík og borg sem hefur þetta hlutverk. Kópavogur ber höfuð og herðar yfir í greiðslu þar sem að fólk fær 57.300 krónur greiddar fyrir hvert fund en það er svo sem ekki fréttir að Kópavogsbær borgi mest. Og ég get alveg spara stjórnsýslu Mosbæjarsporin með því að senda upplýsingar hvað er greitt fyrir þessa fundi í hinum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil taka það fram að ég sagði sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru við klárlega eftirbátar í dag sem er mjög bagalegt. En ég ætla líka að taka heils hugar undir það að þetta þarf að eiga líka við ungmennaráð og öldungaráð sem vel að merkja er greitt fyrir að minnsta kosti líka í Kópavogi. Þar fékk ég staðfest að það er greitt fyrir þetta allt saman. Öldungaráð og ungmennaráði líka. Ég veit að það er líka gert í Fjallabyggð, það er greitt fyrir allt saman en mér lagðist nú ekki tíminn til að kanna allt landið en við erum klárlega eftirbátar þarna og ég tek heils hugar undir það og er algjörlega tilbúin að breyta minni tillögu þannig að þetta eigi við öldungaráð og ungmennaráð líka. Ástæðan fyrir því að ég einbeitti mér að notendaráði í þessu máli er vegna þess að þetta er undir fundargerð notendaráðs og þess vegna ákvað ég í þessu ákveðna tilfelli að koma með tillöguna þannig að ég fylgdi nú öllum reglum forseta og væri nú alveg örugglega ekki að fara út fyrir efnið sem að við erum með til umfjöllunar. En mér er engin skaði að því að við setjum látum þetta ná yfir alla. Svo vil ég benda á það að þetta varðar breytingar á samþykktum bæjarins og þar af leiðandi er þetta bæjarstjórnarmál. Þannig að þetta er eitthvað sem að sko bæjarráð hefur ekki nema bara takmarkaða aðkomu hvort að við ákveðum að við viljum gera þetta eða ekki. Hins vegar þegar kemur að fjárútlátunum þá er það auðvitað eitthvað sem að fer fyrir bæjarráðið. En ef að það má verða til þess að sko málið fari í farveg að breyta þessari tillögu þannig að þetta nái líka yfir hinn ráðin, þá er það mér algjörlega meinalausum. Já, Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi, beðið orðið þetta mál. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk fyrir. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Lovísu fyrir að koma með þessa tillögu inn á þennan fund undir þessari fundagerð þar sem þetta á náttúrulega heima. Ég gleðst líka yfir því sem kom fram í málflutningi bæjarstjóra og það sparar mér sporin að þurfa að leggja fram sérstaka tillögu varðandi greiðslur fyrir vinnu í öldungaráði og ungmennaráði vegna þess og ég er alveg sammála því ungmennaráð þó að það sé aðeins öðruvísi til komið en öldungaráð og notendaráði að þá held ég er í sammála því að það á að vera inn í þessari púlju. Við erum og auðvitað og þau sjónarmið sem bæjarstjóri nefni hér hver á að greiða auðvitað má ræða það en ég held að ef við greiðum þetta ekki, ef við greiðum ekki fólkinu fyrir þá vinnu sem það er að leggja fram fyrir bæinn okkar, þá gerir það enginn. Og mér
mér hefur fundist það lengi og ekkert leynt þeirri skoðun mín að það eigi að greiða fyrir öll svona störf sem að við fáum fólk til að leggja fram fyrir sveitarfélagið. Og með því sýnum við sko ekki bara það eins og með þessi 2 ráð að við erum að tala lögbundin hlutverk, þau hafa bara mjög mikilvæg hlutverk þessi ráð í stjórnkerfinu hjá okkur. Ef ég tala til þess bara öldungaráð þá að fylgjast með því að þjónustan sem veitt hér í bænum standist lög og reglur og vinna þess fólks sem situr í þessum ráðum okkur ómetanleg og ég ætla ekki að erfa það við meirihlutana hafi ekki viljað borga laun fyrir þetta frá fyrstu stundu. Ég bara fagna því að hér sé komin þessi tónn, það átta sig allir á því að við erum komin á þann stað að við þurfum að taka ákvörðun í þessu máli og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Lovísu og ég treysti því alveg að allavega Lovísa sé ekki að fara með fleipur þegar að bæjarfulltrúinn setur inn í greinargerð sína að það sé allir að greiða fyrir setu í notendaráðinu á höfuðborgarsvæðinu nema þá að bæjarfulltrúi Lovísa hafi bara fengið rangar upplýsingar frá einhverjum sveitarfélögum sem ég hef heldur ekki trú á. Þannig að það alveg ljóst að þarna ættum við að taka okkur tak og við viljum ekki vera eftirbátar. Við viljum ekki vera eftirbátar í þjónustukönnuninni, við viljum ekki vera eftirbátar í því hvernig við búum að því fólki sem leggur á sig vinnu, gefur sér tíma til þess að sinna störfum fyrir bæjarfélagið okkar í þessum ráðum og þau störf eru síst mikilvæg, verð ég að passa maður mismæla mig ekki, þau eru allavega ekki minna mikilvæg en störf í nefndunum okkur, sem til þess bara umhverfisnefnd sem við vorum að tala um áðan. Þetta ekki bara eitthvað svona, þetta ekki saumaklúbbur, það var orðið sem ég var að leita, saumaklúbbur. Þetta ekki saumaklúbbur, þetta eru bara alvöru grjóthörð mál sem eru til umræðu inn í þessum ráðum. Þannig að ég vil endilega við finnum einhverja leið til þess að koma þessu áfram í sem bestri sátt og ég hjó eftir því að bæjarfulltrúi Lovísa tilbúin að breyta sínu upprunalegu tillögu þannig að við getum náð utan allt þetta í einu. Ég held ég sé búin að tala alveg nóg. Takk. Já. Kolbrún Þorsteinsdóttir á mælendaskránni næst, áður en ég gef henni orðið þá ætla ég aðeins að taka kannski saman bara, sýnist alveg sátt hérna í hópnum að þetta mál fari til bæjarráðs og fólk getur og þá kannski þá í víðara samhengi svo hér hefur verið nefnt með hinn ráðin. Þetta eins og kom hérna fram áðan, það þarf að breyta samþykktunum og þó það gerist endilega í bæjarstjórn þá ágætt að taka þá umræðu í bæjarráði. Ég sýnist þetta geti orðið lendingin en ég ekkert að biðja fólk að greiða atkvæði það núna allavega. Ég ætla að skulum halda áfram með mælendaskránni en við þurfum að komast á niðurstöðu og ég held að þetta sé svona lending sem að mér heyrist á bæjarfulltrúum að það geti sátt. Við erum allavega ekki búin að segja já eða nei en allavega taka það inn á annan vettvang þar sem þetta verður skoðað í víðara samningi. Kolbrún, þú varst búin að biðja um orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Þetta sama mál, þetta hefur verið rætt eins og framkomi í máli bæjarstjóra í okkar ranni og það sem ég vil líka taka fram, alveg svo komið fram í máli Önnu Sigríðar, fulltrúa Samfylkingarinnar, að þá viljum við alls ekki vera eftirbátar hvað þetta varðar. Við vorum Mosfellsbær var einn af þeim fyrstu sem að kom með þessum ráðum á laggirnar á vegum sveitarfélagsins. Þannig að við erum mjög ánægð með okkar bæjarráð og þetta notendaráð og þetta virkilega gott starf eins og fram hefur komið og mikilvægt. Þó ég taki kannski ekki alveg heilshugar undir það að hvort að setja í notendaráði fatlaðs fólks er greitt eða ekki, hvort það komi akkurat við niðurstöðurnar úr Gallup-könnuninni varðandi þjónustuna, en ég held að
það sé bara, ef þetta orðið stefnan og staðan í öðrum sveitarfélögum að þá styð ég það að þetta fari bara áfram til skoðunar og tek undir það líka, við þurfum að gæta jafnræðis, að þetta þarf að vera allt saman við erum að byrja á þessu annað borð að fara að skoða þetta bara heildstætt, að þá styðið þetta fari í frekari skoðun og þá þurfum við að fara í væntanlega fyrir næstu fjárhagsáætlunarvinnu og þannig að við gerum þetta bara eins rétt og vel og hægt er og þannig að ég bara styð þetta og þessa meðferðartillögu og þannig að við bara höldum áfram þetta mál. Þannig að við, eins og ég bara tek undir það að við viljum alls ekki vera eftirbátar og við viljum fá til okkar áhugasamasta og besta fólkið inn í þessar nefndir og það bara vonandi heldur þetta góða starf áfram. Hvort sem að, ég held nú trúið því að niðurstaðan verði svo að þetta verði samþykkt að þessar setur í þessum ráðum verði greiddar. Þannig að ég held að það er ekkert í neinum að skammast. Við þurfum bara, ef þetta er orðið staðan og svo varðandi Kópavog, þá þurfum við nú bara að fara að skoða í hvað gullkistur þau eru að sækja endalaust, sko. En það er önnur saga. Takk fyrir það. Já, nú ætla ég að móta þetta svona bara ég heyri þetta hljóði, svona tillögu sem við getum sameinast það er eitthvað leið að til að bæjarfulltrúi Lovísu Jónsdóttur yrði vísað til bæjarráðs þar sem hún verður skoðuð, svo þurfa að hnýta eitthvað aftan við, skoðuð víðara samhengi eitthvað svoleiðis, skilja hvað er að fara, af því að við erum sammála það, ekki rétt að það er ekki bara verið að ræða notendaráði heldur líka öldungaráð og ungmennaráð. Getum við gert þetta svona bara í beinni eða ef að taka smá fundarhlé til þess að lenda þessu? Hvað segir bæjarfulltrúar? Forseti. Já. Gjörðu svo vel. Ég er búin að biðja orðið, ekki? Já. Nú þarf ég að fara í mældaskrána aftur. Stefán var búin að biðja orðið þarna. Já. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég er sammála þessu í öllum meginatriðum að auðvitað hefur að greiða fyrir þetta. En þetta nú þannig líka samsett að sem sagt inn í öldungaráði og notendaráði eru fulltrúar sem sagt eins og frá heilsugæslunni og hagsmunasamtökum. Nú veit ég ekkert hvernig er með þá, hvort að þeir eru að fá greitt frá sínum vinnuveitendum eða sínum hagsmunasamtökum, ég þekki það ekki. Þannig að en við eigum þarna fulltrúa líka og það er alveg klárt að við eigum að launa þá. Ég er algjörlega inn á því og ég skil sem sagt afstöðu bæjarfulltrúa Lovísu að hún kemur náttúrulega með öldungaráði vegna þess að sú fundargerð er til meðferðar og þannig að hún gat ekki blandað öðru inn í en fyrst við erum komin út í þessu umræðu og mér heyrist að andinn sé þessi, við séum nokkuð sammálum að taka þetta upp og breyta þessu, en við þurfum þá líka mínu viti í leiðin að skoða sem sagt samsetninguna. Hvernig er hún fyrir aðra sem að sitja þarna inni og koma úr öðrum áttum heldur en beinlínis á okkar ábyrgð þarna inni og það er að segja með notendaráðið og öldungaráðið, en auðvitað förum við fyrir ungmennaráðinu og það er ein heild á okkar ábyrgð, allir sem þar sitja. Þannig að ég er sammála því og sétingni þannig að við séum sammála að stefna því að greitt verði fyrir setu í notendaráði, málefni fatlaðs fólks í öldungaráði og ungmennaráði og bæjarráð bara hreinlega útfæri hvernig greiðslum verður hátt á og þá verður þetta skoðað í leiðinni sem ég var að nefna hérna rétt á það. Takk. Já. Bara að því að þetta með greiðslurnar þegar ég kynnti mér þetta þá komst ég að því að fulltrúi Kjós hann hefur einn
einn fulltrúi þarna í þessari nefnd, hann fær greitt af sínu sveitarfélagi. Það er komin tillaga hérna stutt og laggótt, ég bara kasta henni hérna upp, hún er reyndar og skillalið síðana, sem að gæti verið svona lending, tillagan, að tillagan verði send, bæjarráð til skoðunar og meðferðar og þar verði einnig skoðuð samsvarandi ráð hjá bænum. Þetta er svona efnislega sem ég var að tala áðan. Hvað segja bæjarfulltrúar um þetta orðalag að þetta verði lendingin sem að við getum sæst á? Ég get fallist á það ef að við setjum, tökum þessi 2 ráð, nú man ég ekki nákvæmlega hvað stendur hjá ungmennaráði, hvort það stendur þar líka ólaunað, það stendur allavega hjá öldungaráði, já. Þannig að það eru þessi 3 ráð sem eru undir. Og ég get alveg fallist á það, ég get líka bara breytt, minni upprunalegu tillögu, þannig að hún sé með þeim hætti. Já. Eða bara vísa henni ef þessari ásamt að þessu sé vísa til meðhöndlunar, þjónustustjóra, ásamt því að skoða öldunga og ungmenna ef að þau eru tekin með. Ef við höldum okkur bara við upphæðilegu tillögu þína, Lovísa, þá er þetta raun og veru bara niðurstaða fundarins á afgreiðslu tillögunar. Að hún bara tillagan verði sendið bæjar til skoðunar og þar verði einnig skoðuð samsvarandi ráð hjá bæn. Þannig að hún getur sjálfur staðið. Ok, ég sátti það. Já, eru fleiri sem vilja tala svona tillögun og af einhverja breytingatillögur hana? Það er komin þetta tillaga sem tekur á því sem hún er að tala hún Lovísa ekki, og tillaga verði send bæjarráði til skoðunar og meðferðar og þar verði einnig skoðuð samsvarandi ráð hjá bænum. Þannig að er þetta ekki ná utan það sem að... Jú, ég myndi halda það. Það sé niðurstaða okkar. Ekki satt? Forseti, má ég, að því að fólk er að tala hérna að biðja orðið. Að fólk er að tala hérna aðeins að biðja orðið, erum við í fundalíði, spyr ég? Nei, við erum í fundi núna og ég ætla að halda fundar forminu. Lovísa, varst þú búin að klára í bili? Já, ég held að ég er svo ruggluð hérna í þessu chattinu. Já, þetta er þess að til neðan það sem að bæjarstjóri setti inn áðan og við skulum halda bara mældaskrána þannig að við skulum beina sjónum okkar að tillögu hennar, tillögu hans fyrirgefðu sem að snýst tillögu Lovísu, svona afgreiðsla á málinu. Haraldur, þú ert næstur og síðan hérna Anna Sigríður, við höfum að setja Anna Sigríður nafnið þitt inn hérna. Bjallið, en Haraldur, þú ert næstur til að ræða þessa tillögu. Já, takk. Ég bara legg til fórstið að þessi tillaga mín sem ég kalla málsmeðferðar tillögu verði bara borin upp. Það var mín tillaga að taka önnur ráð, ungmennaráð og öldungaráð inn í þessa umfjöllun. Ég ætla ekki að ætlast til þess að það standi að það sé tillaga bæjarstjóra. Frekar en þá að Lovísa breyti sinni tillögu. Þannig að ég legg bara til að þessi tillaga sem að ég lagði hérna fram verði borin til atkvæða. Já. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú að leyfa mér að leggja það til að hvort það væri ekki við hæfi að það yrði fært til bókar að bæjarstjórn væri jákvæð gagnvart þessari tillögu en sendi til þessarar skoðunar og meðferðar eins og kemur fram í þessari tillögu bæjarstjóra. Já, þetta nú að setja halda mældaskráni og það er þá Haraldur næstur. Já, ég bara legg til og ítreka það ég vil að þessi tillaga mín sem borin upp til atkvæða. Bæjarstjórnarmenn eru búin að lýsa sínum skoðurum. Það þarf að fara í gegnum þetta að skoða þetta. En ég ítreka það og endurtek að bæði hefur þetta verið rætt hér innanhús af embættismönnum varðandi þessi 3 ráð sem og í meirihlutanum og þannig að ég held að við þurfum ekkert að skrifa bóka eitthvað jákvæðinni eða eitthvað slíkt. Ég held að við eigum bara að leyfa þessu að fara sína leið og að bæjarráð fjallumend og leiti upplýsinga það
og slíkt og endurtek það. Ég vil að þessi tillaga mín sé borin til atkvæða og það helst strax. Já, það er reyndar. Já. Við skulum fara nálgast það. Ég ætla að gefa Stefáni Ómari orðið og svo skulum við greiða atkvæði þessa tillögu. Haraldar. Stefán Ómar, gerðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Mér hefur nú heyrst að við værum að ná lendingu. Þetta fyrirbrigði, þessi málsmeðferðartillaga sem að bæjarstjóri er að frekjast þetta með, mér finnst hún ógeðfelld og við höfum ekki hef ég orðið hérna. Já, en forseti gerir athugasemd við orðalagið Stefán Ómar. Þar kom að því. Já, bara þetta er bara þannig. Við vorum, og mér finnst forseti að við séum að ná lendingu hérna, þá allt í einu er þetta búið að vera til mikillar umræðu inn í öllu stjórnkerfinu og í meirihlutanum, ég veit ekki hvað og hvað, og bara við skulum bara sleppa þessu leikriti, Við erum að lenda þessu, heyrist mér, og við erum að gera það með þessari tillögu. Við getum verið alveg í þessu orðalagi sem var komið, en ekki þetta málsmeðferðar og þvinga því hérna fram í atkvæðagreiðslu með látum, Það verið beðið fundarhlé og við tökum fundarhlé. Ágæta bæjarfulltrúar. Bíðum eftir bendingu frá Arnari. Höndin er á lofti. Já, við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða fundargerð í notendaráði fatlaðs fólks sem var haldin 10. mars síðastliðinn. Við erum að ræða annað mál, greiðslur vegna setu í notendaráði. Og við hefum rætt þetta hérna nokkrar hríð og það er komin tillaga að niðurstöðu í þessu máli sem að forseti ætlar að lesa og við greiðum atkvæði þá tillögu að niðurstöðu. Hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn felur bæjarráði að skoða þóknun til notendaráðs fatlaðs fólks, öldungaráðs og ungmennaráðs og koma með tillögur það til bæjarstjórnar. Þeir sem eru samþykki þessari tillögu eru bennir að skrifa já eða samþykki og atkvæðagreiðsla er hafin. Þetta er eins og hefðbundin atkvæðagreiðsla. Og stendur yfir. Allir búin að greiða atkvæði. Allir búin að greiða atkvæði. Allir tillagan komin, lagfærð. Já, það vantar forseta. Samþykkt með 9 atkvæðum. Forseti, þetta óskar eftir örstuttu fundarhlé. Já, við gerum fundarhlé. Hvíldarfundarhlé til að komast á salerni og annað. Já, það er hérna, já. Við gerum hérna að beðum fundarhlé. Og ég ætla kannski bara rétt að klára að því voru notendaráð svo það sé bara klárað. Þetta mál er búið og enginn hefur frekar hvað sér hljóðs, þannig ég lít svo að þessi fundargerð sé afgreidd og hún er lögð fram. Þannig að við gerum hérna stutt fundarhlé. Það verður 7,5 mínútur. Við hefjum þá fund á nýju og tökum næst fyrir fundargerð. Það er mál númer 11. Það er fundargerð frá öldungaráði Mosfellsbæjar sem hélt fund 10. mars síðastliðinn. Það voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust.
Það kveður sig engin hljóðs og þá hún lögð fram, sú fundargerð. Næst tökum við fundargerð frá samstarfsnefnd skíðasvæðina, það var fundur númer 390. Sá fundur var haldinn 3. mars síðastliðinn og þar voru einungis 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá hún lögð fram. Þessi ágæta nefnd hélt aftur fund 2 vikum síðar, það var fundur númer 391, það er sem sagt samstarfsnefnd skíðasvæðanna eins og hún heitir og þar voru 5 mál á dagskrá. Fundurinn var haldinn 17. mars. Það kveður sig engin hljóðs og þá sú fund lögð fram, fundargerð. Þá förum við í það sem við kallum daglega SSH, það er að segja Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fundur númer 521. Haldinn fundur 1. mars síðastliðinn, það var nú ekki meira en 21 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá sú fundargerð lögð fram. Og þá komið að síðustu fundargerð þessara fundar. Það er fundur númer 99. Það er svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sem fundaði í fjarfundi 15. janúar síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, takk fyrir. Ég vil bara benda á að fyrsti dagskrárliður var samþykkt fundar númer 98 hjá nefndinni og á þessum fundi sem er númer 99 þurfti að samþykkja þá fundargerð sem þar var á undan. En ég gat ekki samþykkt hana í ljósi þess að það var ekki farið að 4. málsgrein 1. greinar starfsreglnanna. Enda var afgreitt frá nefndinni þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins til sveitarstjórna með áherslu á það að sveitarstjórnir tækju mið af afgreiðslu nefndarinnar í því. En þá á fundinn vantaði báða fulltrúa höfuðborgarinnar. Og ég hef sent þér, Bjarki, og Afrit og ritara bókun sem ég vil leggja fram sem í raun og veru meginatriðum séð tilvitnun í þessa bókun sem var á þessum fundi. Já. Einhver sem veit ræða þessa fundargerð áður en við tökum bókunina fyrir. Þetta snerist sem sagt samþykki fundargerðar. Þá er bara umræðan lokið en við tökum bókunina fyrir. Sendur hennar mér hvernig sendur mér hennar, Sveinn Óskar? Tölvupósti. Tölvupósti, já. Það kemur hérna. Já, hann er þetta komið. Þetta fá aðeins tíma til að renna yfir hérna. Já, ég ætla þá bara að lesa þessa bókun sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar að leggja fram undir þessu síðasta máli, það er að segja fundargerð svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Þetta er undir fyrsta máli, eða þetta er undir fundargerðinni. Hún er svohljóðandi. Þess nú lesturinn. Bent er á að bæjarfulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ samþykki ekki fundargerðina 98. fundar nefndarinnar á þessum fundi og lagði fram svohljóðandi bókun. Á 98. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins undir 3. dagskrárlið er afgreidd þróunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið án aðkomu fulltrúa Reykjavíkurborgar í nefndinni. Samanber fundargerðina sjálfa. Sé vísað í 4. málsgrein 1. greinar starfsreglna fyrir svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins segir, tilvitnun hefst, varamenn eru ekki tilnefndir en við samþykki tillagna og afgreiðslu mála sem koma til umfjöllunar nefndarinnar skal þess gætt að minnsta kosti 1 fulltrúi hvers sveitarfélags hafi tækifæri til að greiða atkvæði. Ekki er séð að tilvitnun lýkur.
Ekki séð að þessu hafi verið gætt við afgreiðslu við ofangreint mál á síðasta fundi. Þess vegna telur fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ brýnt að málið sé tekið upp á ný innan nefndarinnar. Að því sögðu getur fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ ekki samþykkt fundargerðina. Því ber að vísa málinu á ný til svæðisskipulagsnefndarinnar til afgreiðslu. Já, þetta er bókunin sem þú ert að leggja fram. Já. En þessi síðustu orð, hvernig ber að skilja þau, ef ég má spyrja því, Sveinn Óskar? Í áréttingu að sökum þess að þetta hafi verið afgreitt svona, þá væri ráð hjá bæjarstjórn að vísa þessu áfram tilbaka til nefndarinnar til fullnægjandi afgreiðslu samkvæmt þessari grein. Já. Þetta er ekki tillaga. Þetta er ekki beint tillaga. Ég er búinn að óska eftir orðinu, forseti. Já. Við skulum aðeins ræða það og Ásgeir Sveinsson, þú beðum orðið. Takk fyrir það. Ég sit ásamt Svein Óskar í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og það er rétt að Sveinn Óskar gerði athugasemdir við afgreiðslu á þessu máli. Það sem er kannski ekki búið að útkljá á mínu mati er það að þeir vildu meina það, eða lögmaður SSH vildi meina það að það sem var ekki verið að samþykkja annað en að vísa þessu til bæjarráða og til borgarráðs, að þá hefði verið heimilt samkvæmt starfsreglum nefndarinnar að afgreiða málið. Þannig að ég legg nú til að við vísum þessu ekki aftur tilbaka, heldur það á eftir held ég að útkljá þetta mál endanlega í nefndinni. Ég man rétt að það verður það gert á næsta fundi, þú leiðir þetta með Sveinn Óskar eða það er ekki rétt. Þannig að ég held að sé ekki alveg komið á hreint hvort að nefndin fór út fyrir heimildir eða ekki í þessu. Það var allavega ekki komin samhljómur það á þessum fundi. Þannig að mér finnst einhvern veginn ekki rétt að vísa þessu eitthvað tilbaka meðan að það er ekki svo. Já. Áður ég gef þér orðið aftur, Sveinn Óskar, ég hef líka velt þessu fyrir mér, því að nú er þessi fundargerð eingöngu til kynningar, ekki til samþykktar. Hvort að við höfum einfaldlega það vald að vísa einstökum máli til nefndarinnar. Þetta er nú svona við fljótu bragði að það þurfi þá bara að taka málið upp aftur af þeim sem sitja þessa ágætu í þessari nefnd. En þú hefur beðið orðið, þetta er svona álitamál. Ég er hugsa, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Eins og ég árétta þá er þetta bókun frá mér mitt álit á þessu. Já. Ekki tillaga. Þetta er ekki tillaga, já. Nei, okay. En það er í raun og veru verið að benda þarna á að reglurnar eru mjög skýrar. Vissulega er verið að endurskoða reglurnar, en ég hef lagt áherslu á það að þetta fara eftir reglunum með þær eru gildi. Já. Og varðandi áhöld þetta, ég vitna bara nákvæmlega í reglurnar eins og það hljóma og það var tekið undir þetta fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fulltrúa þess sem að mætti á þennan fund númer 99 og ég vil bara benda á að þetta atriði vonast ég til að verði skert á með nýjum reglum. Þannig tek ég að hluta til undir orð Ásgeirs varðandi það að verða að skoða þetta. En það breytir ekki afstöðu minni til þess að þetta var afar óheppilegt. Meðal annars að ég hafði bent á þetta, ég satt til dæmis hjá þegar þessi sending var send frá nefndinni á 98. fundi. Eins og við erum að segja, við erum bara að ræða þessa fundargerð sem látið samþykktar á þessum fundi og ég er að endurtaka bókunna sem ég fékk þar bókaða til þess að tryggja að hún kemist til skila. Já, ég skilur þetta og þessi bókun sem ég las áðan upp, hún verður þá send undir fundargerðina. Núna. Ég lít svo á þá að fleira sé ekki, var engin beðið orðið með einhver önnur mál þarna í þessar ágætu nefnd, það var 11 mál á dagskrá á þessari síðustu fundargerð þessa fundar.
Þannig að það komið að leiðarlokum núna og klukkan slær akkúrat 9 högg núna. Og búin að vera drjúgur fundur, en boðað verður til næsta bæjarstjórnarfundar miðvikudaginn 7. apríl. Það það sem við köllum miðvikudaginn eftir páska og ég vil bara hérna að lokum óska öllum sem mál mín heyra gleðilega páskahátíðar og þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir fundarsetuna og nú hamarinn kominn á loft og fundi hér með slitið. Takk fyrir.